Já, velkomin að Rauðaborðinu klukkan 4 á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskamt. Förum við fréttir vikunar og fáum aðstoð frá góðu fólki til þess að gera það. Og þannig er það í dag. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hún kemur hérna rétt á eftir. Hún er eitthvað stær í strætó á leiðinni. En hérna er Hallveig Rúnarsdóttir, sópran. Og Samúel Guðmundsson, dyravörður, trommari. Og YouTube-stjarna. Já, og YouTube-stjarna. Já, 15 minutes. Já, var í svona spjallþætti svipum á þessum í síðustu viku. Já. Já, Piers Morgan, þeim arga þrjótt. Og hérna er líka Bragi Páll Sigurðsson eða Sigurðarsson. Bara fer eftir í hvernig liggur á fólki, sko. Sigurðar yfirleitt. Sigurðar í Þjóðskrá. Já. Herðu verið velkomin. Takk. Herðu, það er, sko, í svona þáttum er alltaf vangavelta, sko, á maður að byrja á Evrópusambandinu eða á maður að geyma það, því að hættan er svo ef við tölum Evrópusambandinu þá kemst ekki annað að. En Það þarf ekki að vera, ég get bara jarða þetta núna, sko. nú, hvernig? Já, ég tek bara 2 mínútur yfir, það er ekki bara flott. Ekki svo vel. Já, það er náttúrulega bara augljóst að við eigum að fá að sjá samning, að því að allar vangaveltur í hina áttina, þeim verður öllum svarað með því bara að fá að sjá samningin. Þetta eru kosningar að sjá samningin, ekki að ganga í Evrópusambandið. Þá er svo bara öllum frjálst að segja sitt nei. Það er ekki sækjur í Evrópusambandinu og vilt ekki fara þar inn. Það er bara ekki rétt. Við erum að biðja að fá að sjá samning til þess að kjósa hvort við ætlum að fara inn eða ekki. Heldur að sé ykkur í röðinni fyrir utan diskotekið á þess að ætla að fara inn? Sko, fólk getur staðið í röðum fyrir utan diskoteka af ýmsum ástæðum, Gunnar Smári. Það er svo gaman í röðinni. Sumir eru bara að ná sér í einhverja sæta stelpu. Ég held að það verið sagt um einhvern stað, það verið skemmtilegri í röðinni heldur inni. Það er kaffibarinn. Já, það ekki. Nei, ég segi þetta svona í smá hálfkæringi, sko, en mér finnst þetta bara svo ólógist að fá ekki að sjá þetta. Þeir finnst þeir sem ætla að segja nei vera bara vittlausir? Nei, mér finnst þeir sem ætla að segja nei vera ólýðræðislegir. Vegna þess að mér finnst þú ekki ólýðræðislegt að banna þeim að segja nei? Sko, mér finnst þessi fyrri kosning svo mikið bull. Það er málið. Já, vegna þess að mér finnst bara að við ættum allan daginn að fá að sjá samningin. Af því að þá fáum við svör við öllum þessum vangaveltum og spurningum. Síðan ef hann er lélegur, þá verð ég fyrsta mannskil til að segja nei. En þessi fyrri þjóðaratkvæðagreiðsla er vegna þess að það er mjög veikt svona umboð á þingi fyrir þessu og ríkisstjórnin er að sækja sér aukið umboð. Já, ég skil alveg þau rök. Mala kosningarnar. Ég skil alveg þau rök. Það er svo sem alveg út af fyrir sig rétt, en ég stend samt á því fastar fótunum að þeir sem að vilja koma í veg fyrir að við og sérstaklega yngri kynslóðunar okkar fái að sjá í alvörinu hvað er í boði. Við farum öll í að spila, það er ekki bara nokkri sem fara. Nei, en ég meina fá að sjá hvað er í boði og kjósa út frá því finnst mér bara í grunninn ólýðræðislegt. Þannig að þú veist, ég er bara búin með þetta, er þetta ekki bara flott? Ég veit að Samúel ætlar að segja nei. Já, það ætla ég að gera. Já. Þið finnst svo gaman að borga 4 sinni fyrir húsitt og elska það er svo geggja ég bara elska fullveldið og sjálfstæðið. Það verður ekkert að því þegar við förum að inn. Jú, það koma alls konar höft og kröfur og reglugera sem við þurfum að lúta þegar við göngum í það. Við erum bara með meirhlutan af þessum reglugerum nú þegar, þannig að þú veist, eina sem að gerist við þetta er að við fáum bara meiri peningin og fáum að ráða einhverju. Er það samt? Kom ekki auka skattlagningar? Það eru bara öll þessi lönd eru bara ennþá með sitt sjálfstæði og sitt fullveldi sem eru öll neini. Það var nú deil það. Það er ekki þetta að deila það er bara þannig. Að löndi vilja draga sig úr, það er einhverjum ástæðan á. Já, menn eru Brexit og núna er yfir 70%. Það tala allir í einu, sko. Nei, ég menna það er 70% Breta í dag. 70% Breta fyrirgeðu. Ég ætla ekki að vera eins og hann. Nei, en 70% Breta í dag vilja samt fara aftur inn. Það triggerast. Já, nei, já, eins og sæl. Hæ. Já. Velkomin. Takk, afsakið. Já, þú ert að tala um fullveldi. Já. Mér finnst ein rök sem að því að nei er að tala um fullveldi. Þá heyrði ég eitthvað staðar eða ímyndaði mér eða eitthvað, ég man það ekki.
einhvern sko jáar að segja að það styrkir fullveldi Íslands að gangi í Evrópusambandið vegna þess að við erum með óþolandi stöðu varandi fullveldið að taka við öllum þessum sendingum frá Brussel á þess að hafa neitt með að gera. Þannig að það er fullkomna fullveldið, þá er það að ganga inn. Hvað séu þetta saman? Mér finnst þetta að vera orðið svona falskt val við erum nú þegar í Schengen og við erum nú þegar í þessu og þessu, af hverju þá ekki að taka allan pakkan, en svo eru bara margir sem að vilja draga sig úr því líka til að byrja með. Viltu fara úr ESB? EES, ég vil alveg skoða það og ég held að okkur sé betur borgið bara að sjá okkar eigin mál sjálf og ég það er ekki furðulegt annað að segja nei. Það vill ekki svona verið í EES. Nei. Þá virkar þetta eiginlega ekki á mig að við fáum sæti við borðið og svona eins lítið sæti og það myndi vera eins og við fáum að ráða einhverju. Þetta er ókjörinn fulltrúi þarna sem er ræður öllu þarna og ég veit nú ekki alveg. Finnst þið gaman að ferðast? Bara, já. Finnst þið gaman að ferðast Evrópu? Já, ég hef nú ekki mikið fjármagn til þess, ég er að borga víbu og svona, en ef ég kemst eitthvað út, það finnst mér mjög gaman. Þú veist að það er ógeðslega mikið vesen að við færum út úr EES. Þú getur heldur ekki lært í Evrópu. Ég var ógeðslega mikið vesen að standa aðeins lengur í vegabréfaeftirliti. Það er bara þarft að sækja eina sem ég hef ágjör á hvort ég komist til Bandaríkjanna núna í ljósi aðstæðna með Trump-arann hvort að hann segir að banni alla sem segir eitthvað ljótt Ísrael og það er eina sem ég hef ágjör á en fyrir utan það þá hef ég engar ágjör á. Má ég spyrja það einu þá? Ef að þú sérð fram að það að fara út úr þá Evrópu samstarfinu þú áttar að því þá að fólkið sem við þyrftum, eða landið sem við þyrftum að halla okkur að væru Bandaríkinn og Trumparinn og allt þetta hér. Já. Finnst þetta skemmtileg tilhugsun? Með varnarmál og annað? Mér finnst þetta aftur svona eins og ég segja, svona false dichotomy, að við þurfum eitthvað að velja eins og okkur hafi ekki gengið vel í alla þennan tíma sem sjálfstæði þjóð. Sjálfstæð þjóð með bandarískan her. Við erum bara búin að vera leppur bandaríkjana. Hernum minni lengst af. Viðskiptabandalög og samningar við önnur bandalög eða lönd er ekkert eitthvað endilega sem ég er á móti og eða að við gerum díla hérna við minkum tolla hér eða við erum með ákveðin samskipti hér en ég myndi aldrei sæna mig inn í fulla aðild að ESB. En hvað heldur að EES sé? Bara með Schengen og það er náttúrulega bara þetta sem varst að lýsa, bara viðskiptasambönd og það er alveg hægt að redda einhverjum svoleiðis án þess að vera fullir aðild. Við getum nefnt sem dæmi Ísrael sem er með ákveðna samninga við ESB og aðildaríki beinlínis fjármagna þjóðarmál sem er í gangi á þeim, drónaframleiðslu og það er ekki eitthvað heldur sem að ef við tökum þann vinkil á þetta þá þeir eru ekki í ESB en þeir eru þetta er bara sem í Eurovision, þeir fá einhverju svona sérstaka undanþágu til að fá að vera með og ég meina Þannig alltaf enginn sem að gera jafn mikið fyrir Ísrael og Bandaríkin, sko? Já, en það sagði ég aldrei ég var í hlindur einhverju aðild við þá heldur, sko. Sanna útkomin Þetta sem varst að hlusta á er liðurinn í þessum þætti sem er af hverju við ætlum ekki að ræða með ESB. Ég heyrði mig, ég væri bara komin djúpt eða bara byrja Við ætlum að afgreiða ESB á 2 mínútum og þetta var svona tilvöndi þess að það gekk ekki. Nei, ég var einmitt sein bara afsakið út af samgöngustressi svo ég byrja að tala um samgöngur af því það eru þetta verið að skipuleggja menningarnótt og þá eru ákveðnar biðstöðar sem er ekki lengur í gildi. Er ekki bara strætó miklu verri þegar það komin hægri í meirihluti? Einmitt, nákvæmlega. Það er bara málið. Þessin er ég segin. Nei, ég segi svona, þannig að ég var hlaupandi að reyna að komast og ég hugsaði bara, ég get náð þessum vagni og svo get ég labbað, en hann var seinn og þá þyrfti ég að labba frá Laugavegi, þannig ég myndi ekki ná þessu, þannig ég hringdi í Hreyfil, eða notaði appið. Og það var svona rosa mikil umferð og mér finnst bara mjög slæmt að vera sein þannig ég ætla að segja bara afsakið hvað ég er sein. En gott að þú sett komin og farin að tala um eitthvað annað. Já. Mátt endilega halda því áfram. Þú varst að undirbúa að svara hvort þú ætlar að segja já eða nei. Já. Varst að vonast til að komast í þáttinn og sleppa það? Nei, ég tek undir þetta að því að ég hef heyrt Neyjarna segja að það þurfi ekki að kjósa alltaf að vita hvað er í þessum samning. En síðan er mjög mikið af því sem þeir segja verði í samningunum bara eitthvað bullshit. Ég kem inn í þessa kosningabaráttu alveg fullkomlega nútral, sko. En ég líka bara pínu svona að taka þetta á stemningu, að ég er stemningsmaður, fyrst og fremst.
Og kaust Framsókn, hann er ekki bara best að kjósa Er ekki best að kjósa Framsókn, að sjálfsögðu, þeir náðu mjög þannig. Og þú veist, mér finnst bara svo lógískt að fá að sjá eitthvað samning. Af því ég hef ekki ennþá séð trúanleg gögn frá neyjunum það hvað raunverulega þýði að fara í þessar aðildarviðræður. Að því sögðu þá er ég alveg á því að þú veist, hefur okkar fullveldi gengið eitthvað brjálæslega vel? Hefur okkur gengið vel að stjórna okkur sjálfum? Þú veist, við erum bara sjúklega heppin Það segja neyjararnir að þetta er besta land í heimi. Já, einmitt. Ég ætla að leyfa mér að vera ósammála að einhverju leyti. Af því að ég náttúrulega var á vagninum að við ættum að ganga bara aftur inn í Noreg eða eitthvað. Ég var að fara að segja þetta bara hljómið svo styrlungavöld hérna, við erum að fara að gefa okkur bara. Þú veist, Það er mikið stríð í gangi hérna. Okkur er gefin þessi bitlingur að fá að kjósa á 4 ára fresti einhverja vitlýsingar sem að koma og segjast ætla að gera eitthvað, svo gera þeir það alls ekki og gera bara eitthvað allt annað. Það er í mínum huga ekki lýðræði, skilur. Að ég fá að velja einhverja einstaklingar sem að síðan bara ljúga alltaf að mér eiginlega hvað þeir ætla að gera. Þannig að þú veist, að því leitinu finnst mér þetta lýðræði og fullveldi og þetta bara vera full reynd og akkur ekki bara ganga inn í eitthvað alræðisbrjálæði og sjá hvort að þeir geti gert þetta betur. Það er að ganga í Sádi-Arabíu. Gæti verið eitthvað svona smá kontrast við bara þetta ólíkarkar ríki sem er í gangi hérna. Það eru ólíkarkar í Evrópu. Já, ekki allstaðar. En er þetta hæfari ólíkarkar? Það er það sem ég vil vita. Eru þeir betri í því að ná stjórn á því sem við erum ekki að ráða við sjálf? Hvað heitir hann þetta? Bolero eða hvað djöfulega heitir hann þarna Frakkinn sem á meðal annars allan íslenskan tónlistarf. Hann á hluti því fyrirtæki sem að keypti alla útgefna íslenska músík. Hann er að kaupa upp fjölmiðla út allt Frakkland. Hann styður þjóðfylkingin er ekki nógu hægri sem er fyrir hann. Þannig hann veður upp í frönsku samfélagi. Það vantar ekki ólíkarkana í Evrópu. Nei, en þú veist, við viljum samt minnka valdið sem okkar ólíkarkar hafa. Við viljum frekar á útlenska. Miklu betra, nei. Við viljum frekar að pappispísarnir í Brussel ráða yfir okkur. En ég er ekki spennt, svo ég segi það. Fyrst að við erum í þessari umræði, þá er það núna skjálfest og hef ekki mikið tekið þátt í umræðinni, en ég er ekki spennt fyrir þessu. En þú segir nei? En þú vilt ekki sjá samningin? Nei. Akkur ekki? Ég er ekki spennt fyrir þessu. Mér finnst ekki að við erum að ganga inn í ESB, það er ekki mín skoðun. Við getum ekki samt vitað það fyrir við fáum að sjá samning. En við vitum nú þegar að undanþágur þetta er ekki á borðinu og við vitum að það koma alls konar höft og það koma alls konar kröfur við tölum bara, þú veist, það bara með búskap og það mun þurfa að fylla húsdýra af einhverjum eiturefnum til að þú veist, þeir segja vegna loftslags eða umhverfisástæðna en hverju verða sáttir með þessar reglur sem við þurfum að taka við? Við þurfum bara að losna við þessa latópenning sem við erum með hérna. Ok, og taka evruna í staðinn? Já, sjálfsögðu. Það er náttúrulega nummer 1, 2 og 3 sem að þarf að gerast, er að við þurfum að laga hérna hagkerfið og það gerist ekki með þessum örgjaldmiðli, það bara gengur ekki. Þú þarft að laga hagkerfið til þess að fá að fara inn í evru? Já, þú veist, það var nú eitt, það var nú talað um það hérna fyrir 2009 þegar það var byrjað á þessum samningaviðræðum. Að þetta myndi taka svo langan tíma og það var sagt, það geti tekið allt upp í 12 ár. Það er miklu meira en 12 ár síðan. Það er bara, skilurðu, það verður náttúrulega augljóslega auðveldar að gera það þegar við til dæmis losnum við einokun á smásölumarkaði sem er núna. Fákeppni kannski? Ég meina fákeppni meina ég og það er bara, þú veist, það er svo margt sem að myndi breytast í rétta átt til þess að við gætum lagað það kerfið. Heldur að komi hér hollenskar keðjur og þýskar keðjur? Já, ég er bara fullviss um það. Okay. Það íti þá undir að það veri minna pláss fyrir okkar eigin framleiðslu. Af hverju eigum við að vanmeta okkar framleiðslu þannig að hún myndi ekki seljast erlendis? Nú, ef það verður náttúrulega ódýra að flytja inn eða taka við utan. Nei, við erum líka framleiða hágæða vöru sem við getum þá líka flutt út. Er það ekki? Við gerum það nú þegar. Já, og í auknum mæli. Hvað flytjum við út? Já, það er nú reyndar ekkert rosalega mikið. Ég get keypt lambakjött miklu ódýrari í Færeyjum heldur en á Íslandi. Fisk? Íslenskt lambakjött og fisk. Já. En er þetta ekki bara komið gott að þessu? Lopapeysunum, Hvað segir þið? Hvað var annað í fréttum? Ég er bara að hlusta því að þetta er eldfimt mál. Já. Það er svona smá hiti í þessu hjá þeim.
Ég ætlaði alltaf að koma í þáttinn af því ég svo brjáluður þessu, sko. Það bara nú að segja að þá bara ríkur upp. Já, ég fíla að hún byrjaði svo sterk, hún setti eiginlega tíkall í trúðin, það er einhver annar að fara að tala. Ég er að tala alltaf mikið hérna. Mér finnst, ef við tölum sko Palestínu, tökum þetta út frá þeim vinkli. Ef við bara ræðum það í smástund, að þá er þetta bandalag sem er stofnað á sínum tíma til þess að stuðla friði og einhvern veginn vinna meira saman og samvinna. Svo er þetta batteri sem er að styðja við aðila sem eru gerundur í þjóðamorði. Það eitt og sér fyrir mig er bara eitthvað ekki spennt, en svo koma auðvitað raddir sem segja ef við erum þarna inni þá getum við haft áhrif. Við hefum ekki að vanmeta í rauninni það og við getum alltaf haft áhrif. Getur líka eftir okkar eigin stefnu gagnvart Palestínu eins og Spánverjar og Írar. En þú veist, þetta eitt og sér, ég viðurkenni að ég er bara eitthvað, er þetta eitthvað sem að samrýmist þeim gildum sem ég hef, svo ég ræði bara þetta, að því mér finnst þetta vera bara mjög stórt mál, mikilvægt, við erum að tala um bara En önnur ríki sem að við þyrftum þá að fara líklegast í meira samstarfið ef að Evrópa fer bara út á borðinu, eins og Bandaríkin, Rússland, Kína. Eru þau eitthvað betri gagnvart Palestínu? Það er spurning sem þarf að taka afstöðu til þegar að maður er búin að... Við getum áfram verið í samskiptum við Evrópu. Þú lætur þetta hljóma eins og það verður bara blokkerað á okkur ef það er ekki full aðild. Nei, alls ekki. Það er ekki rétt. Þetta er svo pólariserað. Nei, það er alls ekki rétt. Ég er ekki að segja það. Heldur er að segja að við getum lent í vandræðum ef við til dæmis Noregur á endanum, af því að það eru byrjur að koma að bylgja með það, að þau fara út úr EES-samstarfinu. Og þá dettum við kannski út úr EES-samstarfinu líka. Það sem þýðir það við myndum þá líklegast þurfa að fara að leita, þú veist, á önnur mið. En Noregur er ekkert að leiðin inn í Evrópusambandið. Fyrir svona ári síðan þegar maður spurði norska stjórnmálamann þá sögður þetta mál mun aldrei koma aftur á dagskrá. Nei, og það er komið aftur á dagskrá. Þetta er í tvisvarsinnum klofið þjóðina og verið leiðilegsta ástand sem hefur verið í Noregi bara frá því að við losnum við Íslendingana. Sem er mitt besta ástand fyrir við öll að segja já 29. ágúst, því annars verðum við að rífast þetta næstu 15 árum. En bara ef ég má segja smá, maður getur alveg haft sína skoðun og prinsip án þess að vera endilega með svör við öllum heimsins vandamálum sem gætu komið í framhaldi og ég finn að fyrir mér þá er þetta mjög mikið prinsipmál en þetta verður fólk að komast að bestu niðurstöðu fyrir sig og kjósa út frá eigin samfæringu þannig að svona liði mér og þetta er það sem ég ætla að gera. Það þýðir ekki að ég viti nákvæmlega hvernig öll framtíðin á Íslandi eða í samvinnu við aðrar smáþjóðir eða eyþjóðir eða Norðurlönd eða Evrópu muni líta út en ég veit á þessum tímapunkti svari mitt gagnvart spurningunni þá veit ég hvað ég ætla að gera og auðvitað eru bara alls konar spurningar sem vakna í framhaldi og vonandi bara gefst okkur gæfa til þess að ná að ræða hlutina. En ef maður vill ekki ganga í Evrópusambandið, er það ekki snjallar að segja já núna og fella samningin? Því að það mun slá málinn út af borðinu í 10 ár. Það er það sem ég er að meina, annars erum við að rífast áfram. En ef að neyið vinni núna, þá bara daginn eftir þá verður sama Evrópuumræðan bara... Já. Þetta er sjónarmið. Þetta er bara mjög sterkt sjónarmið, þess vegna er ég að segja, okkur bara sjáum við ekki hennar samning og kjósum út frá því. Það er alvöru kostningin. Þau mjög ekki skipta skoðum. Nei, en ég er ekkert bara að tala um það, ég er líka að tala hérna við heiminn. Nú veit ég bara ekki lögum samkvæmt ef að við fellum þetta á borðinu. Hvað þyrfti að líða langu tími þangað til að þetta tekið upp? Bara stjórnmálamenn vita það. Það er engin tími, þetta getur byrjað morgun sko. Það getur Trump haldið eina ræðu og sagt í ljós í síðustu atburða þá er nauðsynlegt að taka þetta mál upp aftur. Já. Þannig að ég held að það verið tekið fyrir jól sko. Ég meina það er bara verið að sko þá hakar maður bara í nei þannig að maður fær illt í hendina það bara gerur þetta aftur og aftur ég meina það er, þú veist, Trump er í alvörunni að hóta að taka Grænland og eina sem stoppa að það var Evrópusambandið hvað gerist ef við erum til dæmis ekki þar inni og hann fattar upp á því að fara að taka yfir Ísland þetta er bara víst rétt Nei, þetta á nú bara við með alls konar imperialisma og sérstaklega í Vesturríkjum það myndi aldrei neitt þó að bara 2 lönd sem væru ekki í ESB í Evrópusambandinu þó hvorugt landi var í aðild myndi ráðast okkur þannig heldur að það er ekki stíðinn af heimsöflum heldur að við myndum bara leyfa því að gera Grænland er ekki í ESB Nei, það er bara náttúrulega samt og engin nágrann okkar eru að nefni sko. Hvað finnst þú það? Þau eru náttúrulega undir þau eru ekki, í landið er ekki í ESB en það er samt sem áður undir danskri stjórn sem er í ESB Rússland, Úkraína, hvað er mikið fjármagn að fara í það stríð? Þetta er þessi lönd eru nátengt ESB þau sé ekki sjálf við því en þú varst svona tæpastur Mest það svo leiðileg umræða sko. Ég ætla að spyrja þig, þetta er deyja sko. Nei, þú veist, ég er bara á því eins og ég segi, ég kom hlutlaus inn í þessa kosningu
og ég á því að mér langar alltaf að vita hvað ég að fara að kjósum áður en ég kýsum það. Nákvæmlega. Þess vegna segi ég já. Nákvæmlega. Ég algjörlega á því að ESB þú veist, Skítaklúbbur. þú veist, þetta ekki sjarmerandi klúbbur, en eins og allir varðandi Gaza og annað, en þá segi ég líka sko þrýstingur Íslands þarna innan myndi að einhverju leyti, þú veist, ef við tökum saman höndum við Spánverja og Íra og fleiri sem eru vaknaðar þjóðir, þá verður meiri þrýstingur og þú veist, eins og ég segi, ég bara ekki alveg búin að mynda mér skoðun á þessu. Þú veist, ég ætla að segja já núna bara því mér langar að sjá hvað kemur út úr aðildarviðræðum. En þetta náttúrulega fyrir, þú veist, manni sem þá þetta skíta klúbbur. En Sanna, var ekki bara fínt að vera á Evrópuþinginu og vinna þar með fólki frá Enheslisten og sósíalska flokknum í Hollandi og vinstri flokknum í Svíþjóð og er ekki klúbbur eins og þú ættir að vera í að reyna að breyta heiminum innan Evrópusambandsins? Ég meina þetta eru kostir og gallar og það er hægt að sjá, þú veist, kostir og gallar við þetta allt saman. Mér finnst bara svona grunn svona stefnan einhvern veginn dálítið meðal annars að svona séu samkeppnishæfar þjóðir og í þessu bandalagi, þannig að maður spyr sig þetta bara hvað áhrif hefur það á í rauninni áherslur sósíalista sem eru með að tala réttindi, bara launafólks og verkafólks og þú veist, mér finnst það ýta undir að þetta bitni einhvern veginn harðast á þeim sem að síst skildi, ef við þurfum að fara að auka samkeppnishæfni okkar. Mér finnst í rauninni bara þessi svona undirbygging sem mér finnst ekki beint mjög vinstri sinnuð, en ég ætla alveg að viðurkenna að ég veit ekki allt Evrópusambandið, ég veit ekki allar staðreyndirnar, en ég veit bara að þessi grunnur höfðar ekki til mín og mér finnst líka bara valdið, þú veist, nær. Við erum að vinna því að færa valdið nær fólki en ekki fjær. Af því að líka á sama tíma eru góð móturök við þessari spurningu hjá honum að hægrið og vinstrið á Íslandi á að fá að tuða í friði og það þarf ekki afskipti stærri utan að komandi valda. Er Evrópusambandið að skipta sér eitthvað að innanríkispólitík í þeim löndum sem eru þar innan? Er Evrópusambandið að stíga inn í þjóðþing annarra ríkja og segja þið megið og eigið ekki gera þetta, ekki tala svona? Já, það hefur áhrif á landbúnað, það hefur áhrif á landamæri, það hefur áhrif á alls konar hluti sem eru nú þegar setta reglur inn í ESB og ef þeim ekki fyllt þá eru refsingar, það eru sektanir. En við erum nú þegar að taka upp alveg svakalegt magna af alls konar reglugerðum og dóti sem við höfum ekkert með að segja. Það er bara að vera að tróða því ofan í kokið okkur og við höfum engan fulltrúa á staðnum. Skilur ekki rökin að ef við allavega erum með eitthvað náunga eða píu, ásækja mig, á svæðinu til þess að rífast fyrir okkar hönd að þá minnkar þetta að við séum bara með eitthvað trekt og það sé bara að vera stöff á. Það minnkar ekki. Ég held að ókostirnir séu fleiri. En þú segir að við ætlum að fá að vera í fríði að rífast við öðvöldi hérna. Sósíalisminn hefur alltaf verið svolítið alþjóðavæddur eða með svona hugmyndur að við erum með samstöðu milli landanna. Þess vegna var ég að spyrja Sönnu að þetta var ekki gaman að vinna bara með sama með markaðsveldis hægri sinna, skilur þú veist, þú ert alveg inn í því libertarian politík og allt það, auðvitað það byggir á ekki á Íslandi, það voru stæðstu hægriflokkarnir eru allir á móti Evrópusambandinu. Já, svo þekkjum við náttúrulega hægriflokka sem að vilja selja auðlindir og selja, þú veist, hinar og þessar stofnanir sem eru áður ríkisreknar eða í ríkiseigu. Það spilar inn í markaðsveldi að sjálfsögðu. En það er alls konar samvinna líka til, sko. Þú veist, það er alls konar því við erum líka eiland með sérstöðu. Ég væri til dæmis mjög til í að sjá kannski meiri samvinnu með þjóðum sem eru svona svipum stað og við, hvað varðar bara sérstöðu og fjölda og vinna meira með svona minni þjóðum en Luxemburg og Möltu. En það sem ég skil ekki hjá sósíalistum og svona flokki hins vinnandi fólks það er alveg augljóst að það verða betri lífskjör fyrir fátækt fólk ef við förum hérna inn vegna þess að við losnum við þetta hræðilega vaxtastig og við fáum meiri samkeppni inn á matvörumarkað og annað. Af hverju eru þið svona móti því að fara hérna inn ef þetta getur virkilega hjálpað fólki sem er verr statt? Það eru sko mjög skiptar skoðanir og það er kannski líka smá ástæðan fyrir að ég hef bara ekkert mikið verið að tjá mig því það eru bara mjög skiptar skoðanir
bara meðal fólks í kringum mig og meðal fólks sem ég líti upp til og treysti og þau ætla að segja já, ég ekki sammála. Það eru bara mjög skiptar skoðanir eins og við höfum bara tekið Nei, mér finnst þetta svo skrítið. Svo líka, það búið að svara Nei, ég meina bara Það búið að svara spurninginu nokkuð sinnum og fyrir suma það bara nóg ef að þeir vita að síni skattar gætu að hluta til farið í að fjármagna drónaframleiðslu fyrir þjóðarmorðið Ísrael, þá það bara nóg fyrir suma að þeir segi nei. Já, Þá skiptir kannski litlu máli hvort að Samsung sími sé 22% ódýrari eða eitthvað svoleiðis af því. Sanna hefur ekki tekið þátt í umræðinu, þú ekki heldur. Nei, ekki. Ég ekki heldur, ég bara veit ekki hvað í veröldunum að þetta segja sem ekki búið að segja áður. Sko. Þetta bara búið að vera Það er miklu meira gaman að taka þátt í umræðu sem eiginlega lítil. Já, þetta bara eins og mjög oft þegar að verða til ykkur hitamál á Íslandi, þá bara standa allir út á torgum öskrandi, torgið verandi samfélagsmiðlar og saka hvern annan óheiðarleika og liga. Þannig eru bandarísk stjórnmál. Já. Og þar sem að þetta ástand kemur upp að þá virðist tilhengi vera svo að það verða til 2 jafnstórar fylkingar. Þannig að þú veist, miðjan bara velst einhvern veginn út frá garginu. Ef að báðir að garga, þá finnst einhvern veginn bara miðjan vera 50-50. Nú var ég var að ferðast Evrópu í sumar, ég var í Svíþjóð og Þýskalandi og við náttúrulega vitum alveg hvað er helst að koma niður á íslenskum lífskjörum hins vinnandi Íslendings og það er annars vegar að bankarnir okkar eru bara reknir einhverjum síkópötum sem að hugsa ekki manna en að maka krókin og græða sem mestan pening og síðan að við erum með algjörlega handónýtan gjaldmiðil sem að sliga okkur bara hann er mikill myllusteinn okkar háls þannig að þú veist, ef ég að horfa á þessa 2 hluti bara mér saman hvort sé Evrópusambandið eða hvort við tökum upp dollar eða bara eins og þú segir göngum inn í Noreg eða bara gerum eitthvað, það er alltaf þín hugmynd þetta er það sem þú ert alltaf að gera fyrir eða bara gerum eitthvað annað heldur en bara að djöflast áfram og rífast eitthvað sem skiptir engu máli af því að þetta finnst mér vera svona stóru málin sem getur virkilega lagað lífskjörins almenna Íslendings er bara ná einhverjum böndum á bankana og að hugsanlega skoða það að taka annan gjaldmiðil. Sko að þú nefndir 20. fylkið og bjóð ég til síðu á Facebook sem heita 20. fylki í Noregs og það var eiginlega kom í kjölfarið á svona Evrópumræðu sem var óbærileg eins og henni hætti til þess að vera. Þannig að ég setti þetta inn í vonum að við getum verið að ræða raunverulega samanburð og kjörum á svona venjulegs fólks á Íslandi og til dæmis í Noregi. Hvort það mætti ekki ræða það því að það gengur ekki að við sem að borga húsið okkar 3 sinnum og 4 sinnum og ég tók svona alls konar dæmi bjóð til kennara hjón á Íslandi og í Noregi og það er bara álagið að búa á Íslandi þetta er geigvænlegt sko. Og ég meina fólk sem er farið erlendi segir þetta líka þegar það er búið að vera í Noregi í 3 mánuði þá segir það bara þá loksins rannu fyrir mig hvurslags djöfusins helvíti Ísland er. Þetta er bara pína og ég kona mín orðaði þetta ágætlega, hún var að tala um hver einustu mánaðamót fer bara 20-30% af laununum okkar bara í það að borga ofur hagnað eigenda íslensku bankana bara 20-30% af öllum pening sem ég bý til á árinu fer í vasan á einhverjum síkópötum og ég er bara svo ógeðslega leiður á því. En þetta er náttúrulega, ég gæti haldið áfram í Evrópusambandinu, en þetta er náttúrulega mjög sérstakt á Íslandi að ég stundum nefnt að hérna sko að samanlagður hagnaður bankana slæri yfir 2% af landsframleiðslu og það gerist í engu byggðu bóli í heiminum. Einu sinni fór hagnaður norsku bankana sló upp í 1% og þá voru allir bankastjórnir kallaðir inn í stórþingið og skammaðir. Í Bandaríkjunum er Wall Street, það er litið á það sem algjört mein í samfélaginu. Þeir ná kannski bara svona 0,8% af landsframleiðslu. En við sættum okkur bara við þessi, og þetta fólk er bara boðið í viðtal og ríkisútvarpinu og talað um þessu hetjur að þeir voru að skila 80 milljarða hagnaði. Bara, ég veit ekki, af hverju Íslendingar sætta sig við þetta, ég bara aldrei skilja það. Við erum að nálgast svipað level af misskiptingu og var í Frakklandi þegar þeir fóru að smíða gálga og fallaxir þannig að ég held að fólk sé líka af því að síðan er þessi undiralda falsfrétta og rússar að dæla einhverju kjaftaði inn á samfélagsmiðla og í fréttir og svo framvegis og þannig að það er líka verið að beina sjónum hins óvana borgara að einhverju öðru. Það verður að segja, horfðu á þessa innflytjendur, horfðu á þetta sem er náttúrulega stanslaust þessi brúðusýning sem er í gangi á jaðrinum til þess að þú missir fókus á því að það er verið að ræna þig.
skilur, að það er bara einhverjir bankastjórar sem koma heim til þín einhverju einustu mánaðamót og taka pening úr vasanum þín. Taka rör og reka ofan í Ég er að hryggjarsúluna. drekka sheikiðin, skilur, það er það sem er að gerast. En af því að það er stöðugt að vera að benda okkur á eitthvað annað, mér finnst þessi Evrópuumræða öll vera pínu líka það að ríkisstjórnin er svona, við erum ekki að vinsælar og valkyrjurnar voru í byrjun, þannig að þau búa til þetta svakalega Evrópuleikhús fyrir okkur til að fylgjast með og rífast þá er enginn að rífast það að blessaður seðlabankastjóri er bara að keyra upp vexti aftur og aftur á okkur útdankaðri gamalli kennslubók sem hann las að það virkaði og það er ekki að virka neitt, skilur við. Við skulum setja hlýja á Evrópumálum takkanumál. Það hefur oft verið fjallað tattúiðin. Ertu með tattúi í lóanum? Já. Er það ekki ógeðslega vont að láta tattú? Þetta var mjög óþægilegt. Af hverju er þetta þessu? Það var bara eitthvað fyllir í Kaupmannahöfn fyrir 25 árum sem að endaði svona. Það hefur verið mjög deyfður þegar þetta var gert? Alls ekki. Það var svona... Drukkinn? Já, deyfður á áfengi. En ég spurði mannin sem var að senda á mig, verður þetta sárt? Og hann sagði, yeah, it's gonna hurt. Það gekk eftir, Það var ein frétt sem þið hafi kannski ekki tekið eftir sem var í áðan í fréttunum. Ethel Caterham frá Englandi. Hún var 117 ára og það var engin manneskja orðið eldri en það. Vá. Það er ekki til stærri frétt en þetta. Ég held að það var íslensk, ég las það hratt, sá það. Ég bara er íslensk kona. Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri. Þú lagst þarna England sem engjatek. Já, bara Reykjavík, skilur, best að búa í Reykjavík. Ísland er best. Ég var alltaf með markmið þegar ég var yngri að ég ætlaði að vera 120 ára. Getur þú slegið það út? Veit ég hvort þína, nei. Nei. Grín. Jú, það er ennþá markmiðið mitt. Ég er að verða svolítið gamall og þegar fólk er að deyja þá reiknaði ég stundu hvað ég á mikið eftir miðað við það. Deyr ykkur 78 ára og þessi, ég var bara 13 ára eftir. En ég reiknaði með þessa, ég á 52 ára eftir þegar ég get orðið jafn gamall og Ethel, sem er bara heil ævi. Þú getur bara gert bara, mörg ára af þáttum, ekkert marga klukkutíma og getur gert bara mörg ár þáttum á samstöðinu. Þetta er agalegt trikk sem að einn á gamla skólanum sýndi mér á vinnusvæðinu eins og tók tommustokk og hann sagði, ok, segjum að þú eigir 85 cm kannski að meðaltali og hann var dætt í 60, þannig að ég er búið með svona mikið, þú átt svona með bara, ég ekki bara að fara að vinna aftur, við erum að tala um þetta mikið lengur. Aðeinlegt að hugsa þetta svona, sko. En hver er lykillinn að langlífi? Ég sé það... Það er aldrei að marka fólki, það eru svo mörg svona viðtöl. Félagsleg tengsl, það er oft talað um það, félagsleg tengsl, að vera í samskiptum við fólk og vera ekki einn, það er oft talað um það. Ég sé þetta í sjónvarpinu, endar þessar fréttir af gömlu fólki sem er spurt að þessu. Eitthvað kall segir að hann reykir vindla og með þetta... Já, þetta er allt fólk sem drekkur og reykir alveg undir lópaðan. Drottningamóðirin, hún drekk nú hverju alveg, hún var bara fast. Það er langlíft fólk. Já, hún var ægilega langlíf. Maður heyrir aldrei crossfittar að vera 200 ára. Íþróttamenn, þeir eru alltaf orðnir alls skakkir og allt er bara 50. Maðurinn sem fann skokkið, hann náði að vera 42 aldrei. Já, það er ekki keyrt á hann. Þetta er satt sem Sanna segir, að þetta er það að vera í virkum félagslegum samskiptum við fólk og eiga í góðum tengslu við fjölskyldu sína og svo er það að sofa mjög mikilvægt sem að við Íslendingar státum okkur mikið af því hversu lítið við sofum, það er alltaf svona ákveðið svona duglegur að sofa lítið við að grópa sig að því, borða mikið af fisk, syngja, það er búið að rannsaka þetta. Syngja, örugglega. Það er lengi lífið. Syngja í hóp. Já. Líka einn. Já, það er eitthvað við fjöldasöng. Já, það er til margar rannsóknum það, en það er líka til fullt af rannsóknum það bara líkamlegan og andlegan ávinninga því að syngja. Mér það alltaf vanta þegar fólk er að mótmæla þessi nota fjöldasöngur til þess að þjálpa fólk stefning. Það er í alvörunni, það var lag í Vestmannaeyjum fyrir nokkrum árum sem hjörtun slá í takt. Það er í alvörunni þannig að hjartslátturinn synkroniserast þegar fólk syngur saman í kór. Finnst ykkur ekki merkilegt? Mér finnst það að vera meira svoleiðis. Ef ekki að gera þetta 29. ágúst þegar kjörstaðir loka, þá þurfum við að fara að syngja okkur í takt saman hvernig niðurstað. Nei, við ætlum ekki að tala um þetta. Nei, kalla bara alla, ég ætla að kalla alla sem ég þekki og að standa fyrir utan og segja já, ég er tilbúin. Það er önnur frétt sem er svipuð með Ethel sem er bara merkilegt svona út frá einstaklingssögu, eitthvað sem að gæti orðið saga í bókasafninu. Það er Guðmundur Felix sem misti báðar hendur og svo greiddar á hann nýjar hendur og þá fer hann krabbamein í nefið og missir nefið
hvers svona saga, þú nú búið til svona ólíkjættasögur. Já. Þetta er of mikið. Þetta er lýgilegt, sko. En náttúrulega þetta hefði eiginlega ekki getað komið fyrir betri mann heldur en Guðmund, sko. Hann þólið þetta. Já, þú veist, ég sá eitthvað viðtalið þar sem hann bara, þetta er nú ekki það versta sem ég lendi í, skilur við. Hann bara ætlaði að taka þetta á kassan og keyra áfram, sko. Rosalega, við náttúrulega erum með sama útgefanda, hann gáði semst ævisögunni sína hjá sama útgefandu ég og ég hef svona heyrt á honum svakalegu. Hann kom inn í viðtal, ég veit fólk þess að fletta því upp. Þetta er mjög merkilegu maður. Algjörlega, bara mjög merkilega ævi. Þetta er bara enn eitt kaflinn í næsta bindi, sko. Þetta er stóuspeggi dauðan, sko. Hann stendur sig svo hetja. Svo veist, þú að kalla þig Job. Þú veist, þetta er okkar Job, sko. Já, bara ekki til. Þetta er fyrirmynd. Heldur það að djöfullinn og Guð sé að rífast sálans? Það er eitthvað að fíblast í honum allavega. En djöfullinn hefur ekki náð að láta hann bölva Guði ennþá. Ekki ennþá. Nei, ekki ennþá. Nei, ég las bókina hans mjög góð, bara því lík segla í einu manni og einmitt bara hvernig lífsviðhorf í rauninni, hvað það skiptir miklu máli varðandi einmitt, hvort við náum að lifa eða ekki. Hann er bara svona gangandi sönnun fyrir what doesn't kill you makes you stronger. Já, við fyrir það óendalega merkilegt. Bata og baróttu kveður. Já, heldur betur. Skrýtnasta frétt vikunar var það að hvalur ætlar að halda áfram að veiða hval en get ekki selt hana því að vill ekki kaupa þetta. Þá ætlar að búa til svona fæðubótaefni, járntöflur. Þetta er líka, sko. Þú getur ekki notað þetta í bókina. Það veit fólk sem hefur að loka bókina og segja hvað er þessi ruglar. Því að Moggi náttúrulega slæri þessu upp sem sko forsíðu frétt bara. Eins og þessi bara búið að finna einhverja nýja járnuppspretti og bara og lækna heimsbyggðina bara. Allur heimurinn sé að farast og járnskorti, þetta er alltaf leið, við erum hérna algjörlega fjölda að drepa hvali fyrir ykkur. Þetta er eiginlega alveg dásamlegt, sko, bara leikhús fáránleikans. En ég var ekki búin að verða var við það að það væri ykkur víðtækur járnskortur almennt að hrjá fólk að það bara fyndi ekki járntöflur eða gæti ekki éti rúsínur eða hvað, þú veist. Já, það er grænt kál sem er miklu járnríkara heldur nokkuð tíma þetta, sko. Spínat, er það ekki satt? Jú. Hann verður að fara að hætta þessu. Já. Hann verður að fara að hætta þessu. Kristján Olsson. Hann verður að fara að hætta þessu. Já. Þeir átt að beita þessu fyrir sig þegar voru að selja fjallalofti í dós fyrir túrista, það væri súrefnisskortur. Það er það. En Kristján Olsson er náttúrulega dásamleg persóna. Er það? Já, þetta er svo kostulegu maður. Til dæmis rithöfundar, það er auðveldara að skrifa bók hann heldur en flest aðra. Já. Ég held að ef hann hefði verið samtímaður Laxness, þá hefði Laxness gert bókum hann eins og Íslands besta, sko. Í Guðskeiðaþulu. Hvað er hann gamall? Hann er orðið ansi gamall. Hann er eitthvað í ráttrætt, eða ekki? Við þurfum að hringja hann og fá einhver ráð. Já, það er bara kvöldið. Hann er búin að borða svo mikið hval. Járnið, sko. Iron Man. En haldið þið að þessu verði, að það verði járnpillu versmið upp í kvælinni? Eða er þetta bara, þetta er svo mikið rugl, sko? Hann náttúrulega á ógeðslega mikið penning. Þannig að hann getur basic gert það sem hann sýnist. Og hann þarf bara að finna einhverju afsökun fyrir að halda sér áfram. Þannig að það kemur ekkert óvart að kemur einhver fabrika þarna, sko. Já, nú vann ég sko fjölmiðli í ykkur ár og ég er svo mikið að velta fyrir mig sko ákvarðanatökum og samtölum sem hafa átt í stað í Mogganum þar sem þeir eru að bara, við þurfum bara að slá því upp sem forsíðu frétt. Þetta er forsíðu frétt að það er þetta búið til járntöflur úr hvalakjötinu. Svo sé ekki hægt að gera járntöflur úr öllum fjallanum, skilur. Og það er einhver ritstjórnarleg ákvörðun sem er tekin að þetta sé bara að fara að gerast. Þetta er stærsta frétt dagsins. Þetta er stærsta frétt dagsins, þetta er fyrsta frétt. Bara við þurfum að segja allri þjóðinni frá því í frídreifingu að það sé járn í kulunum. Já, þetta er bara næsta kyrrisík. Stefán Einar og allir bara, já, þetta er rétt. Keyrum á þetta. Þetta er flott fyrsta frétt. Ég heldur að þetta verði svona kerfisstemi. Þetta sé bara eitthvað framlag okkar til heilbrigðis í heiminum. Já, eða össur. Og svo koma járntöflunar. Hvalatöflunar. Já. Hann er nú haldið einhvern hvalalosta, held ég. Þetta er náttúrulega líka svo fallegt, sko, því að ef fólk hefur lesið Moby Dick eða er meðvitað þá sögu, þá er Kristján Loftsson bara Ahab skipstjóri. Hann er bara með eitthvað hvalasturlun. Hann bara hatar þessa hvali í kringulandið og bara ætlar sér að veiða það og sama hvað og platar Bjarna Ben til að skrifa upp á 5 ára tilrauna vísindaveðar, ótrúlega vísindi sem eiga sér staðna, sko. Þeir eru búin að finna þessar járntöflur. Þeir eru vísindamenn, eru bara sveittir inn á rannsóknarstofunni
og hann ætlar ekki að gefast upp, bara siglandi Faxaflóann með einhverja mótmælendur í mastrinu alveg bara inn og út og einhverja brjálæðinga sveiflandi hvalatittlingum hann upp í Hvalfirði, þetta er nýja Moby, þetta er Moby Dick 2 sko. Þú gætir ekki skrifa svona fáránlega bók. Eiginlega ekki sko. Þetta er Þú var náttúrulega enda með því að hann sé flektur í reipi og fari niður með hvalnum. Nennir þú að verða Laxness núna í smástund og skrifa þessa bók? Mér finnst að ég skrifa bók Kristján Lófsson. Hann er stórkostleg típa. Já. Bara þá ævisögu Kallar allar stalínista sem eru Já, það er allir stalinistar sko. Já. Bara stalinistar í þessu ráðuneyti. Stalinistar á RÚV. Ég veist að Stalin hefði veitt hvali sko, ef hann hefði staðið allir bóðar sko. Er það að því að týna svona þetta eru kannski smærri fréttir að því að við hliðin á ESB. Þá fréttir sem að ég var mest hissa yfir var að borgin hafi ákveðið að hækka mat á gamla fólkinu. Úr hvað, 1150 í 1950? 1100 og 1190 upp í 1900 krónur. Já. 70% hækkun á mat í Vitatorgi. Ég borðaði Vitatorgi bæði með bróðum mínum og pappa mínum sem að fór þarna að borðaði reglulega. Og mér finnst þetta svona mér finnst þetta eitthvað sem að helst vantar í íslenskt samfélag. Það sem hægt að fara og borða í félagsskap. Það er mjög sorglegt ef að gamalt fólk og öryrkjar og svona einstæðingar séu að borða heima þessu 1944 eftir einir. En svo fannst mér þetta bara hugsaði, hvað er nú þetta? Þetta er í rauninni tvíþætt af því að borgin er að bjóða upp á máltíðaþjónustu fyrir þá hópa sem að geta ekki annast matselt sjálfur og geta heldur ekki komið á þessa félagsmiðstöðvar. Þannig að þá er maturinn í boði, sendur heim og fólk hítar hann upp heima á sér. Þannig að gjaldið þar að hækka 475 krónur af því að búið að gera breytingar á aksturskostnað og fella það inn í og já, ég er búin að vera mjög mikið inn í þessum málum bara síðasta árið af því það er smá baksaga, Vitatorg, það er framleiðsla eldhús á Lindagötu og er að framleiða 900 rúmlega máltíðir á dag og svo þarf að sinna því og sinna viðhaldi og það er ekki hægt að elda þarna lengur og það þarf að fylgja ákveðnum. Það kom upp þarna einhver veirusýking eða hvað þetta heitir? Já, fyrst var bara heilbrigðiseftirlit sem leiddi í ljós að það væri þá miklir annmarkar í rauninni á húsnæðinu að það þyrfti að fara í viðhaldsframkvæmdir til þess að mega elda þarna fyrir viðkvæma hópa. Það þarf að fylgja ákveðnum stöðlum og ég ætla ekki að fara út í tæknilegu heitin en það heitir HACCP. Ég er búin að liggja yfir þessu síðasta árið. Og þannig að Reykjavíkurborg lagði áherslu á þegar ég var formaður velferðarráðs þarna síðasta, hvað árið núna? Já, fyrir einhverju síðan. Að þá lögðum við í samstarfinu áherslu á að það þyrfti að byggja upp Vitatorg. Það væri bara eðlilegt að gera við þetta eldhús, byggja það upp, borgin væri með þessa þekkingu. Svo kemur listir í hann og þá í rauninni þurfum við neyðustu til þess að fá mat frá þriðja aðila á meðan á framkvæmdum stendur til þess að geta boðið upp á bara matinn, fólk fá að borða. Útvistunin er alltaf dýr, þannig að þessi samningur kostar 1,4 miljard. Það þarf einhvern veginn að finna pening. Peningurinn er ekki til, en þetta er eitthvað sem við áttum bara eftir að leysa úr. Við þetta getum forgangsraða og sagt bara, heyrðu, nú þurfum við að finna fjármagn til þess að fjármagna þennan samning og kannski ekki gera eitthvað annað. Ég hefði ekki getað lagt til svona mikla gjaldskrárhækkun af því þetta er bara fólk sem er að borða. Það er oft bara fátækt fólk þarna. Og það var sagt líkill að langlífi væri meðal annars félagsskapur og það er allt annað að borða í félagsskap með öðrum heldur en að borða einn heipa á kjöldunni. Og svo kemur þessi hækkun og ég og fleiri í borginni gagnrýnum hana og þá einhvern veginn kemur meiri hlutin greinlega einhverju paniki og leggur til í rauninni að tekjulægri einstaklingar borgi 1500 í staðinn fyrir 1900 sem er samt alveg talsverð hækkun. Og það er ekkert búið að útfæra það að samt á ný gjaldskrá að taka gildi 1. september en það er einhvern veginn bara svona farið út með einhverja tillögu í flýti það verði lægra gjald fyrir tekjulága en við erum ekki með upplýsingar tekjufólks, það liggur ekkert fyrir þannig að þetta er alltaf ennþá bara eitthvað rosa óskýrt og þannig að það er greinlega verið að velta kostnaðum yfir á almenning, yfir á íbúa og svo í morgun var haldinn aukafundur í skóla- og frístundaráði þar sem var eitt mál á dagskrá og það var að fella niður skólaakstur barna sem eru í Hlíðaskóla sem eru að fara frá Suðurhlíðanum í skólan sinn og þá einhvern veginn eru þau innan þessara fjarlægða takmarka sem gilda eða geta labbað í skólan, þetta getur tekið allt upp í hálftíma fyrir þeim. Suðurhlíðar eru hvað? Hverfið milli lífs og dauða sem það kallað? Já, þetta er Kirkjugarðinn.
Já, þetta Þú þarft að labba yfir svolítið hefði umferðaræðar. Já, borgin vil meina þetta sé örugt, þetta hafi ekki verið eins örugt, þetta sé örugt, ég ekki sammála. Það eru 3 dagar í skólabyrjun, það eru börn og barnafjölskyldur sem voru reiðis á þessa þjónustu, þannig það búið að vera nóg að gera, sko, ég alveg, já. Sko, ég fengi sent, svolítið póst bæði inn á samstöðun og til mín sérstaklega og það með þess að kom maður í gær út af þessari hækkun. Og að því að fólki eiginlega að reyna að koma til skila hvað þetta stór ákvörðun. Því að þarna á meðal annars að hætta að vera með mat helgar. Og maðurinn sem kom í gær, hann var að segja að það þýðir náttúrulega að vera hættu og stórhátuðum líka. Og sem að kannski sumir boðið í mat á jóladaga en það líka annar jólum og aðfugadagur og nýjársdagur og fleira þar sem að var þarna og hann var að lýsa því að það var alltaf svo falleg stemming þarna á hátíðistugum. En þetta bara slegið af sem að mér finnst vera eins og þeir sem taka þessa ákvörðun hafi aldrei borðað þetta. Þau vilja meina að bara að þau séu svo mikil fórnarlömb að hafa þurft að taka við svona slæmu búi að þurfa að redda málunum og fjármagna. Þetta sé bara eina í stöðinni að gera þetta en þetta hefur bara mun örugglega hafa neikvæðar afleiðingar, bæði félagslega og næringulega séð. Á meðan sprettum mathallir og í Guðanabænum höfum pláss fyrir túristina til að sitja. Við sitjum þá í forgang. Hvað segir þið? Þið eru útsvarsgreiðendur í Reykjavíkurborg, þið öll 3. Má bjóða ykkur að verja hluta ykkar peningi því að halda upp í svona félagsstarfi í kringum mat hjá eldri borgurum? Ég var að hugsa sko að því ég heyrði það að nú eru Kínverjar búin að vera í átaki síðustu ár að opna mathallir fyrir eldri borgara sérstaklega sem eru opnað bara frá morgun til kvölds og þetta bara svona eins og standandi hlaðborð sem þú getur bara komið og borðað og þetta annars vegar til þess að vinna gegn næringarskorti eldri borgara sem alveg raunverulegur og líka til þess að fá fólk út til þess að hittast og þarna kemur þú og borgar, ég man ekki hvað það eitthvað 300 krónur íslenskar í að sjálfsögðu kínverskum gjaldeyri, þú ert ekki að borga íslenskar krónur hana í Kína og þá mátt bara sitja þarna eins lengi þú vilt og bara tala eins lengi þú vilt við fólk og síðan þegar þú ferð þá færðu bara svona plastbox og mátt taka eins mikið af mat heim með þú vilt og þetta bara einhver þjónusta sem að kínverska ríkið að bjóða upp á í fjölmörgum borgum til þess að bara bæta líf fólks og bara fyrst og síðast líka bara til þess að fá eldri borgara til þess að koma og hittast og nú ég líka sko, ég búin að heyra af nú að verða til svona verkefni því að gamli kallar eru svo einangraðir, eiga svo lítið vinnum og eru svo dabrir og og nú það mjög mikið þjóðþrifaverk að reyna að vinna á því því að einangraðir dabrir karlar geta gert okkur bara vitlaus. Þeir gera alla í kringu sig svo dabra sko. Og nú að verða til svona prójekt þar sem verið að fá það til þess að gera eitthvað utanbúrsmótora og eitthvað og það var að byrja svona verkefni í mínum fæðingabæ í Stykkishólmi það sem gamla félagsmiðstöðin sem kölluð oft gamla bíóið eða sem bara niður í miðjum bænum núna orðin svona félagsmiðstöð fyrir kalla sem að hittast og eru bara eitthvað að tálka og tala um eitthvað borvélar og þetta alveg brjálæðislega vinsælt. Þannig ég held að allt svona sem að dregur fólk út úr skjánum og út af heimilum sínum og færa okkur til þess að vera að kjafta saman sé bara mikið þjóðþrifaverk sko. Men ég var duglegur að ferðast þá þess á Spáni og Ítalíu og kannski svona Miðjarðarhafslutin við Frakkland þá í öllum þorpum og svona smábæjum þá eitthvað svona staður næstuð í miðjunni þar sem seldur ódýr matur þar sem að þeir sem til dæmis eldra fólk og fleira kemur og hangir svolítið sluðis og ég alltaf sé fyrir mér að við þurfum að fá svona IKEA-eldur sem er í bæ fyrir en það náttúrulega vitatörk sko. Já, algjörlega. Þetta auðvitað bara rosa mikilvægt og ég meina allt félagsstarf eldri borgara líka gríðarlega mikilvægt einmitt bara til þess að reyna að spátna við þessari félagslegu einangrun sko. En fólk kann náttúrulega líka vilja nýta sér þjónustuna og það fullt af fólki sem vill nýta sér þessa þjónustu og þá eigum við að sjálfsögða að veita hana þannig að það sé hægt. Það er bara lykilatriði sko. Ég held líka stundum að fólk fatt ekki sko hvað 800 krónur eru marga krónur þegar þú átt enga krónur. Þetta hækkar og auðvitað, þú veist, það umræðu að eldra fólk hafi það svo gott og þetta einhver hópur eldra fólk sem hefur það bara mjög gott, það staðreynd, en það líka hópur sem hefur það ekki gott
í aðdraganda kosninga þá einmitt fórum við að heimsækja alls konar svona heimili og í spjallaði við manneskju sem var að segja bara já, ég kaupi bara hádegismatinn en ekki kvöldmatinn. Ég held að hann hafi sagt hádegismat fyrir einhvern kvöldmat og maður fekk alveg svona sting í hjarta bara er einhver sem búin að vinna bara alla ævi komin á þennan aldur og hann getur ekki borðað. Það er alveg nægar fórsendur fyrir því og fólk þurfa ekkert að færa rauk fyrir því að fólki sem byggði í landi að það fái bara að lifa sínum bestu árum bara sem þægilegast og það þarf ekkert að vera, það er á ýmsu að taka hvað þá að hækka matinn þeirra 70%. Og eitt líka, fyrir ekki. Nei, allt í lagi, ég ætlaði bara að segja líka bara að það er svo fáránlegt að Tryggingastofnun skuli skerða laun sem að fólk búið að vinna sér inn. Þegar, þú veist, launin sem þau eru að fá eru auðvitað bara það sem þau eru búin að leggja fyrir á sinni ævi. En eru með lífeyrissjóðinn? Já, hann er skattlaus þegar það fer inn, sko. Já, en ég er að tala þegar verið að skerða þegar fólk kannski fær eitthvað smá tekjur eða eitthvað. Kannski, ég þekki fólk sem er komið á ellilífeyri en langar kannski að halda áfram til dæmis kennslu eða eitthvað svona smátari. Það er alltaf bara krónu á móti krónu og það er náttúrulega bara óþolandi, sko. Sem að einmitt myndu vilja kannski auka þess tekið það til þess að geta farið í Vitatorg fyrst sinum á dag. Öryrki getur lent í stórkostlu vandræðum af því hann seldi hlut í sumarbústað foreldra sinna. En hægri meirihlutin var líka að ákvaða að hætta við uppbygging á Vitatorgi, að fjárfesta í bara framtíðarhúsnæði, þannig að við getum sinnt þessu borgin og við erum með þekkingu og reynslu og þá bara útvist þessu öllu saman. Þannig að þetta eru svona skrýtnar ákvarðanir sem maður skilur ekki alveg sem eru búin að eiga sér stað síðustu dagana í Ráðhúsi Reykjavíkur og í Borgartúni 12-14 þar sem við erum líka með fundaraðstöðu. Þetta er alveg svona ákvarðanir sem að munu kosta meira fyrir okkur íbúana til lengri tíma litið, finnst mér alveg ljóst þó það komi kannski ekki fram í Excel-skjali meirihlutans núna. En nú er mikið talað svona félagslega einangrun og einsemd og eitthvað fleira þess að þetta er svolítið skrítið, sko. Við hljótum að vera með einhver aðgerð til að vinna mótið, sko. Ekki vinna með því. Þetta er sko faraldur. Þetta er faraldur, ekki bara hérna á Íslandi, þetta er glóbalt faraldur. Þar sem að snjalltækin eru búin að gera okkur bara brjálæðislega mikið einmana. Og þetta er að hafa alls konar bara katastrófískar afleiðingar í för með sér. Sáðu greinina að snögg lækkun í fæðingartíðinni er beintengd iPhone. Sáðu þá frétt? Það kemur bara ekki neitt á óvart. Ég held að það væri bara eitthvað svona samsæriskenning. Svo las ég fréttinu og þá er þetta bara alvarlega vísindalegar rannsóknir. Þú hefur síðan þetta hérna á Íslandi, þá bara fellur þetta snögglega. Þetta er að gerast alls þar í heiminum. Og þetta er bara iPhone. Já. Og svo er líka sko eins og þetta með sko sem búið að tala mikið með tabakbúðirnar í Fraklandi. Að þar sem að tóbaksbúðir loka, þar eykst stuðningur við öfgahægri flokka og þar sem það er opna aftur minnkar stuðningur við öfgahægri flokka. Og því að það er þetta, þú veist, tóbaksbúðir þó þetta séu einkarekið dæmi, þá er þetta svona þriðja rými, þar sem fólk hittist og er að kjafta saman. Það sem að greinilega einhver prósent af fólksins þarf að mæta skoðunum sínum og verja þær og kannski getur það ekki og þá bara kýst það einhvern veginn öðru í næstu kosningum. Þannig að þessi félagslega einangrun, hún er líka hluti af þessari hægrisveiflu sem við erum búin að sjá. Og hægrisveiflan er mest hjá þeim einstaklingum eða þeim þjóðfélagshópum sem eru einangraðastir, eldri borgurum og svo ungum karlmönnum. Þannig að mann hittir fasista þá má bara faðmann og vera góður. 100%. Nú er ég sennilega talin vera hægrimaður og ég veit ekki alveg hvort að ég myndi flokka mig sem einmana eða eitthvað svoleiðis og heldur á sama tíma eins og tölum vininu okkar í Hvalnum að kalla alla sem eru á móti sér stalinista, veit ég ekki hvort ég myndi kalla alla hægrimenn fasista en það er Þú ert að segja vöxt á fasisma en ekki vöxt á hægri. Já, ég er að tala um sko öfgahægrið, þú veist, andstæða gegn knúsa fasista? Þú vilt að ég knúsi því líka? Já, ef þú ert stalinisti og ég er fasisti, þá er þetta svart hvítur heimur. Það þarf að knúsa miðjufólki líka, sko. Já, segðu, það má ekki gleyma þeim. Hvað köllum við þá? Jeb Bush eða eitthvað, hvað ég var að kalla miðjukallana? Það er svolítið vinsælt á Facebook að kalla það Libba. Já. Herðu, stórfrétt í vikunni var líka Seðlabankinn hækka vexti, eða fannst þið góða stórfrétt? Við erum alltaf bara með ónýtan gjaldmiðil. Það er lítið við að gera, það er allir búin að reyna.
Mér finnst þetta að sýna sko fram á að það er augljóslega ekki, sko það virkar ekki þar sem er búið að reyna aftur og aftur og aftur af því að gert ráð fyrir að almenningur eigi að taka skellin í staðinn fyrir að prófa eitthvað nýtt og fókus á toppana og segja bara eitthvað herði. Það er mjög óeðlilegt að þið séu að horta hérna íbúðum og leigja þær út á 400.000. Við ætlum að gera eitthvað í því. Það er mjög óeðlilegt að bankarnir séu að græða svona rosalega mikið. Það er mjög óeðlilegt, þú veist, þetta okur. Þannig að ef við myndum sjá áherslur innanlands frá okkar ríkisstjórn varðandi það, þá er ég mjög Það er bara svo ótrúlegt að þetta sé bara eitthvað sjálfstætt entity. Það sem eitthvað megalomannískur náungi. Það er reynda 5, sko. Hann gæti fræðilega lent í minnihluta. Aftur og aftur, þú veist, hann kemur þetta fram með aftengdustu útskýringu sem ég nokkuð maður séð, sem er bara, það er engin fórnarlömb hér. Bara, ég þekki fullt af fólki sem er fórnarlömb, nákvæmlega þessa. Það, og að tala gegn sko launahækkunum og tala launaskrið og hérna, þegar við erum sko að horfa upp á ofurhagnað bankana, þeirra sem er að reka þessar matvöruverslanir, bensínstöðurnar, það er ofurhagnaður, en við erum hann vil meina að sökudólgarnir séu láglaunafólk sem er að reyna að fá aðeins meiri pening til þess að borga meðal annars þessum brjálæðislegu vöxtum sem hann er alltaf að leggja á okkur. Ég veit ekki hvað er í gangi í hausnum á mannum. Það eru 5 sem hann gæta. Já, en come on, við þurfum að velja okkur eitthvað. Ég man ekki að hvort hann hafi einhvern tíma verið í minnihluta, ég held ekki, sko. Nei. En það er fræðilegu möguleiki að... Það var 1 af þessum 5 núna sem greiddi gegn þessu. Já, maður heyri það fyrst, svo líða ykkur í 2 mánuð og veist hver það er. Já. Þetta er eitthvað svona... Þeir vilja hafa það þannig. Já, líklega svo að fólk fari ekki með heikvíslarnar heim til þess að eina eða... Ég var að pæla í allir þurfa að fela sig bara í almenningi. Þetta getur nú ekki verið að elskaðasti hópur Íslands í dag. Þetta er svo ótrúlega aftenging að tala svona. Að tala eins og það séu engi fórnarlömb, skilur við, þegar að bara, ég þekki engan sem er ekki að lenda í þessu, skilur við mig. Þannig að, og líka þessi stöðu í fókus á launahækkinir séu vandamálið, þegar að það er augljóst að stærstu bitarnir eru ykkur starf annar staðar sem eru að valda þessu. Þetta er ógeðslega gaman fyrir þá sem er fullt af pening. Já, en það sér maður að þeir eru bara í miklu stöði. Þeir ráða, eða ekki? Nákvæmlega. Nei, mér finnst þetta bara mjög dapurlegt og ég skil ekki þessa ákvarðandöku og þetta fyrirkomulag að þetta þurfa að vera svona. En getur við ekki breytt því? Þarf þetta alltaf að vera svona? Að seðlabankastjóri sé einhvern veginn svona sér og ráði þessu? Ég meina, getur við ekki reynt að hugsa í einhverjum lausnum? Í ESB, þá verður það Seðlabanki Evrópu sem ákveður það. Er ekki eitthvað svona Ég innanlands? held að það sé einfaldast. Ég er að hugsa aðra lausnir. Þetta er bara vandamáli. Við verðum að eiga prósentu í gullstöng einhvers staðar í Luxemborg. Nei, máli er að ég held að sko, það sé bara svo óraunhæft að þetta er ofsalega falleg hugmynd og þú veist, ég vildi óska þess að ég geti bara ítt á reset-takkan og við getum byrjað upp á nýtt en ég held nefnilega að sko, mér finnst Ísland svo mikill unglingur. Íslands samfélag er bara unglingur og kunnum eiginlega ekkert að vera þjóð. Þú er svona fullvalda þjóð. Nei, bara... Ná ekki unglingurinn skilja að fá fyrir til að vaksa og dafna og hann á kannski ekki að búa einn. Hann á ekki að búa einn, hann þarf að hafa eitthvað til þess að hjálpa. Bara með eitthvað þorski í eyranu, skilur við, og buxum það niður sig. Ætlum við þá að hugsa þetta þannig að þetta sé bara tímabundið samkomulag eins og Brexit hafi ekki tekið, hvað tók Brexit langan tíma? Það hlýtur náttúrulega að vera tímabundið, það er ekkert eilíft í heiminum, sko. Nei, segðu. Við vorum í Kátru kirkjunni í 550 ár. Já, einhvern tíma kólnar sólinn, það hlýtur að vera. En ég meina það er samt ekki nema 10 ár og núna er Brexit bara þannig að það vill enginn vera lengur í Brexit og allir vil aftur inn. 70% þjóðarinnar vill fara aftur inn í Evrópusambandið. Já, ég verði til að sjá þá tölur. Það er, svo tala er bara, þú getur bara fundið hana á bara internetinu. En hérna, þannig að sko, mér finnst Ísland svo mikill unglingur, mér finnst að við bara, ég bara sammála Braga, við ráðum eiginlega ekkert við þetta. Ekki með þennan örgjaldmiðil sem þetta er bara latópeningar. Þetta er bara matador drasl. Þetta er ekki fungerandi, Og að því að við sögum það, sko, er Seðlabanki Evrópu sem þá stýrir vöxtunum versus þetta grín sem er í gangi hér. Þá bara já, takk. Ef við skoðum bara stýrivexti og vaxta umhverfi nágranna okkar og annarra þjóða í Evrópu og bara heiminn, þú veist, þá erum við alltaf eins og einhverju vilsingar. Þetta er bara eins og hjá einhverjum brjálæðingum, sko. Þú veist, að horfa á og ekki bara eitthvað núna spesifíkli, heldur hefur þetta bara í gegnum áratugina verið algjörlega fráleitt ástand og það er einmitt eins og þú varst að segja áðan að þegar Íslendingar flytja til útlanda þá er bara eins og blóðþrýstingur sem þeim lækkar eftir nokkrar vikur og þeir bara svona átt að sjá því bara já, ég er bara búin að vera í hamstrahjóli, skilur að svitna blóði og peningum og allt í einu bara svona áttum að þessu, já, ok, þetta var algjört rugl, þetta er bara svo kom út úr ofbeldissambandi. Ég sé bara réttu penn sem manni til þau voru tekin 2-0 aftan af
þú veist, það er ekki... Ég man eftir ég tók leigubíl, þetta gerist á miðnætti, ekki á Gamlárskvöld, við minnum það. Jú. Það kom bara, tók leigubíl eftir að borga með 9. Þú veist, og þá var ég búin að janna mig, sko. Þú veist, Þetta var ekki þannig, ég var bara í gömul mörg ár, hvað varðu nullinn? Ég var ekki gömul, þetta var, en það glemdist að taka bankabókina mína og þú veist, þannig að ég tapaði öllum peningunum sem litlu sem ég átti, af því það glemdist að... Það getur nú gerst ef við leggjum á krónun og tökum evru, þá mun einhver tína einhverjum peningum í kottanum. Tínum ekki bara skuldum okkar. Nei, þetta er áhugavert. Sko, ég var til á verðbólgu árunum og þá jókst kaupmáttur meira heldur en á nokkrum öðrum. 8. áratugurinn var mjög góður fyrir launafólk, þáttur að væri mikil verðbólga. Þannig það er ekki alveg sama sem ekki, við erum ekki öll að tapa á verðbólgu, við erum bara að tapa á því hvernig er barist við verðbólguna með því að hækka skuldirnar okkar. Við töfum á því. Verðbólgan í sjálf og sér. Það var út af því að verðtrygginga var sett á. Það frekar þeir sem eiga mikið pening sem ætti að óttast verðbólguna. En þeir þurfi ekki óttast á Íslandi vegna þess að þeir geta verðdryktana, sem er eiginlega mjög furðulegt. Einmitt. Og meðan komast krakkarnar okkar ekki að heimann og bara... En við erum svona ónýtan húsnæðismarkað. Já, þess fyrir utan. Því verður ekki berga með ESB. Okrið, hverfur ekki? Okrið það... Nei, en ég meina nú er víða í ESB sett á leiguþök til dæmis. Við getum alveg gert það bara á morgun. Ég veit það og það er óþrönd að það sé ekki gert, en kannski myndi myndast eitthvað meiri þrýstingur, ég veit það ekki. Þegar það verður orðið eðlilegra og auðveldara fyrir fólk að fara hvað annað. Ég meina, þetta er bara, þú veist, það er til dæmis eitt sem að... Út allan heim að fólk er eldra og eldra heima á foreldrum sínum og það er bara... Já, við erum samt að horfa á margar þjóðir innan Evrópusambandsins sem til dæmis eru sett á leiguþök sem að þýðir það að þú veist, það er búandi fyrir ungt fólk. Hérna höfum við svo mikið fjármagn fyrir svo fáa einstaklinga að ég held að við séum miklu líklegri til að reyna að ráðstafa fyrir betur ein og sér heldur en að... Erst þú að sjá þessa peninga? Ekki ég að sjá þá? Nei, hver er að taka þessa peninga af auðlindinni? Er það ég og þú? Þessi spurningum hægri og vinstri hvort að við þurfum að færa fjármagn í fólki eða eins og ég segi sjálfur, ég er frekar hægri maður, ég er alls ekki markaðsveldismaður og ég er ekki þess trúar við að selja auðlindir eða land okkar til túrisma eða eitthvað svoleiðis af því að það bitnar á okkur ef þú fær ekki hambúrgara undir 4 skall á endanum, skilur við. Þú veist, þetta er allt eitthvað sem að við getum leyst sjálf og það sama á með hvort að gamalt fólk geti borðað eða ekki. Þetta er allt ákvörðunni sem að við tökum og það er, við getum alveg tökum sem dæmi í ESB, við ætlum að fara að borga meiri skatta í stríð hvort sem það sé í Úkraínu eða í Ísrael. Er það ekki pening sem betur hægt að vera í eitthvað annað? Ég held að vera vinstrumæður. Já, þú hljómar þessu vinstrumæður. Ég meina bara þegar ég hef heyrst að því bara... Já. Maður hefur náttúrulega verið að fylgjast með á samfélagsmiðlum. Já, náttúrulega. Vel gert sko, ég kunni bara... Það er ekki margir hægri menn sem er að gagnrýna Ísrael. Af minni kynslóð þá myndi ég segja að næstu því allir segja það og ég myndi segja að hægrið hafi verið á móti Ísrael á að það var trend. Nei, ég segi svona, þetta er oft sett í vinstra samhengi en þetta er eitthvað sérstaklega á minni kynslóð sem að hægrið og vinstri hefur gjörsamlega sameinast gegn að þetta er bara siðferðislega eitthvað sem við eigum ekki að styðja. Þú ert líka á móti auðvaldinu? Já, ég er ekki markaðsveldismaður, ég er bara fremur íhaldsamur og þjóðerni sinni. Ég bara þess vegna vil ég leita lausna til þess að fólk hafi það sem best og þetta er ákveðin blanda af vinstri sinnum hugsunum og hægri sinnum hugsunum eða fólk þjóna landinu sinu og hugsa landi sitt fram yfir einhverja aðild að einhverjum centralized stjórn annar staðar en á sama tíma að við þurfum að ríkið þarf að geta átt eitthvað sjálf, við þurfum að hafa stjórn yfir bönkunum okkar, við þurfum að hafa stjórn yfir auðlindum okkar, þar skeri ég mig frá markaðsveldis hyggjusumum mönnum sem eru til í að selja þetta allt út og sjá hvað gerist. Við náttúrulega fáum ekki randurnar á auðlindunum nema mjög litlu leyti. Og ég er úr Grímsnesinu, ég bjó í Gullna hringnum og að sjá bara hvernig allt verðlag rauk upp og hvernig hægt er að rukka ferðamenn og sama sem Íslendinga til að horfa á hitt og þetta. En hvað viltu gera í því? Viltu skammta túristana til landsins?
Ég bý niður í bæ og stundum ég alveg með það. Veistu það bara sorglegt að sjá miðbæinn fullan af túristum. Já, þegar ég bjó ennþá í Grímsnesinu og ég var að reyna að keyra eitthvað á Dómasi á löglegum hraða, þá væri ég til í á þeim tíma að skammta túristum hingað af því að þetta var kaos. Skilur, við getum ekki förum svína fyrir mann inn í ringtorki í hvert skipti og þú veist, ég veit ekki hvernig þetta í bænum hérna dagstaglega, þú veist, eins og þú segir gangandi vegfarendur, þú segir náttúrulega mikið af þeim, það er náttúrulega væntanlega mikið af bláum og appelsínugulum regnjökum hér og þar sko, en allavega bara eins og með samgöngur og svona og með bara starfsemi tölum bara í sveitum og svona, þetta verður svo túrista með að maður fer sjaldnar út að borða og eitthvað svoleiðis ef að þetta fólk að tala þetta víða og Kanareyjum í Barcelona og víða Barcelona lítið í París sem er með ótrúlega mikið af túristum Barcelona er að graffa á vegginn alltaf bara og það er bara fullur laugavögur af fólki sem hætti bara að vera heima þessu sko. Það er ekkert að gera að skoða í einhverja glugga sem er uppstoppaði lundar eða eitthvað sko, bara að eyða tíma sínum Þetta fyrir að ganga okkar daglega líf, þetta fyrir að ganga á það að þú getur ekki lifa eðlilegu lífi og fara út að borða án þess að þurfa að borga eins og sem túristaprís, þá finnst mér að við þurfum aðeins að endurskoða málin af því að þetta líka þjónar vinstri sinnu sjónarmið hversu mikið ert þú að græða þig sjálfur, þetta ekki bara að fara allt upp til auðvaldsins, skilur þú veist átt þú þyrlur sem þú ert að fara með í ferðir eða þú veist Hvað séð viljið þið fækka túristum? Ég bara gerast mjög náttúrulega að íslenska okrið að Ég held að það verður bara flatt sko. Það er komið 2,5 milljón það er hætt að vaksa en það er ekki að hrynja sko. Þið þyrftu að sjá allan skeinipapírinn sem maður sér í runnum í Grímsnesinu núna þetta tíðkaðist ekki áður fyrr Nei Ekki nema úti í hátíðum Það er eins og niður í bæ Ég held að það sem er okkar verðmætasta auðlind mun í sambandi við ferðaþjónustuna er kuldinn og það á eftir að spila stóran part hérna í framtíðinni Höfum við prófað að koma með fjallaloftið tilbaka eða er það ennþá selt í dósum? Það er góð hugmynd Ég hef ekki hægt að bara Það er að taka fjallaloftið og geyma það í kælinu þá fáum við þetta Ég held að það verði svo lengi sem að verður líft hér og þú veist bara líft hérna svo lengi sem að golfstraumurinn fer ekki þá held ég þetta verði verðmættast auðlindin okkar í það er svalinn sko því miður eins ræðilegt að það er það bara En svo það getur ekki eftir að búið svo mikið logn undanfarið allir fánar liggja bara döðir Þannig að við erum kannski að missa svalan. Missa kúlið. Mér var kennt í stýrimannaskólanum, þá þurfti maður að taka veðurfræði líka. Þar lærði ég þá allra þunglyndislegustu staðreynd sem ég læst Ísland, sem er það að við erum á lægðarsvæði, sem þýðir það að hér er að meðaltali lægð. Þannig að þegar við erum alltaf rosa hissa á veturna, bara önnur lægð, við erum bara á færibandi. Það sem hefur haldið lífi í Íslendingum, að kemur alltaf jafn mikið óvart að kemur vetur. Já. Við erum mjög hissa, en jafn hissa eiginlega þegar það fer að vora. En ég er sko eiginlega einan af verstu, ég er formaður Snjóhattarafélags Íslands, þannig að ég er svona, þú veist, það kemur alltaf jafn mikið óvart. Amma var svona fyrir og þótti ekki snjó. Hata snjó. Rigningin rennur þó burt. Já, sko ég elska snjó út á landi. Hann felur klósettpappírinn í rauðinu Samuels og hérna, ég elska að vera einhvers staðar út á landi í fallegu veðri og kyrrð og brakandi snjó. Það er æðislegt, en í bænum, guð minn góður, slappið, eyðileggur skóna manns og þetta er alveg óþolandi. En þetta með ferðamenn og náttúrulega húsnæði, það er auðvitað líka bara stefnumörkun, hversu mikið ætlum að hleypa ferðamennum í húsnæði sem hefur verið byggt upp fyrir fólki sem að býr hérna, því að maður sér að vera að byggja upp einhverja íbúður og þetta er allt í einu orðið eitthvað guesthouse, ég man ekki hvað þetta heitir allt saman. Við sjáum fordæmi þetta til dæmis, bara eins og í Barcelona, þar sem maður fara að graffa á veggi, bara tourists get out, af því að fólk getur ekki búið þarna lengur, af því að það er bara Airbnb-gesturinn borgar náttúrulega miklu meira. Þú getur fengið bara næstu mánaðarleigu á helgi. Þetta er svolítið líka hérna og alltaf verið að tala um að ég gera eitthvað í þessu og það er aldrei gert neitt í þessu.
Það var eitthvað gert á þinginu en ég veit ekki hvað var gert. Ég er að minn smá bara hvað var eitthvað gert. Jú, það var eitthvað, það var verið að setja eitthvað takmarkanir. Það var alltaf bara eftirlitið með þessu eða eitthvað. Þarna myndi ég vera alveg sammála góðæri þar að stoppa einhver staðar og við þurfum að geta að lifa okkur líf. Hversu mörg banaslys bara á Suðurlandinu, í Grímsnesinu, það sem að túristar beygja inn á vitlausan vegarhelming eða eitthvað svolítið. Þetta er bara stór hættulegt fyrir okkur sjálf hérna sem búum hérna. Þetta einhver staður þurfum við að draga línuna. Við getum ekki selt landið algjörlega. En við getum líka gengið betur frá vegunum og skiltunum. 100%. Þegar maður keyrir í Evrópu þá er eiginlega allstað gert betur en í okkur. Þegar maður er náttúrulega ykkur að beygju, þá veit maður að það er með góðu fyrirvara að það er að beygja á leiðinni. Hún er svona knöpp, hvað heitir þetta? Já. Hvað heitir það? Það sem ég finnst... Knöpp. Þannig að yfirleitt... Ekki láta skrollarann leiðir þetta Það er eiginlega allstaða sem eru betri merkingar heldur en á Íslandi. Í Íslandi merkingar eru gerðar bara fyrir þá sem eru kunnugir. Já. Ég bara aldrei skilið akkur það má ekki bara leggja eitthvað svona, þú veist, innviðaskatt á þessa túrista. 5.000 kall fyrir hvern mann sem kæmi inn, bara það. Þetta myndi ekki, það komst ekki gegn. Það er svo borðagjaldið hérna í Ítalíu. Málið er það, já, eða bara gistinóttaskattur og þú veist, maður er alls þar að borga eitthvað svona skatt, eitthvað að borga skatta og eitthvað svona, maður bara hugsa ekkert þetta. Ég meina, það kostar skrilljón milljónir að koma til Íslands í viku frí, skiljiði. Það munar engum það að borga eitthvað 5.000 kall í viðbót, en pæliði bara í muninu sem þetta geti haft fyrir okkar samfélag. Og svo náttúrulega annað með vegina sem er náttúrulega óþolandi og það eru þungaflutningarnir og þeir eru ekkert að, þú veist, það er ekki neinir skattar þar aukalegir, skiljið. Ekki miðað við hvað þeir spæna upp. Þarna er ég sammála, þarna kemur vinstri maðurinn og mér, sko, ég vil skattleggja þessa túristar sem við getum, sko. Þú dettur í því að vera hægri maður og vinstri maður eru aldrei svona miðjumaður. Eins og ég segi, maður á ekki að setja sig fyrirfram á einhvern stað, á einhverju korti. Ég er alltaf til að taka umræðuna með eitthvað og ég er með stranga skoðanir út í allar áttir. Hægri og vinstri finnst mér líka svolítið verið bara orðið svolítið svona obsolít. Já. Mjög pínu. Hvernig þá? Mér finnst það vera að koma með þessi bandaríkjastjórnmálum. Jú, reyndar. Nei, bara, þú veist, sjáum auðfólk sem á og stjórnar heiminum, á alla stærstu fjölmiðla, á alla stærstu fyrirtækin, stjórnar umræðinni, kaupir sér pólitíkusa. Ég er kannski alveg að tala um þetta því að svo finnst mér oft einhvern veginn þá öfgavinstrið vera að fara að fylgja þeim. Hvað er öfgavinstri? Ég vil að allir hafi framfærslu og húsnæði og mat. Þetta er öfgamað, þú veist. 20 milljóna svelti til dauða, til dæmis í Úkraínu. Er það öfgavinstri? Já, það er öfgavinstri. Ég skil ekki, útskýrðu fyrir mig hvernig það er. Kommunismi bara sem að, þú veist, við tölum Pol Pot, við tölum Stalin, við tölum, það er 100. Viltu fara að tala um fórnarlömb kommunisma? Já. Sem fórnarlömb öfgavinstris, að við erum að tala um sko, hún er að segja að vinstri og hægri sé dautt í dag. Nei, þetta er svo fráleit spurning, Eigum að ræða um fórnarlömb kapitalisma? Já, ég er að segja hægri maður myndi alltaf samþykkja það. Við getum farað að nefna einhverjar upplókna tölur hérna og farað að keppast með eitthvað vasareikning. Nei, af því ég er að segja, sem ég er hægri maður, ok, þá myndir kannski búast við því sem dæmi að kannski stríð Bandaríkjanna í Miðausturlöndinu væru réttlætanleg. Ég er að segja, það er kolránt og það eru stríð að sjálfsögðu af hægri sinnuðum öflum sem er, og svo fyrir að tala um Ísrael, fyrir að tala um þann vinkil, hvort það sé hjálpa útstækkum þeirra. En svo hugsun að það séu engin fórnarlömb öfgavinstris er fráleit pæling. Nei, ok, hvað með eitthvað fórnarlömb öfgavinstris í dag? Í dag? Já, bara ekki, þú veist, ekki búa til, að því að þú veist, þessar 100 milljónir sem Stalin hafa drepið og allt þetta kjaftaði. Ok, förum við þá í hérna, þetta er ekki alvöru kommunistar, þegar við getum talað um bara fólki í Kína sem er bara lokksóðið inn í húsu sínu með að fyrir ekki eftir reglum eða bara á COVID-tímum með eitthvað svoleiðis, skilur. En ef við erum á Íslandi, þá róttaka vinstrið á Íslandi, róttaka vinstrið á Íslandi, kom með sumarleyfi, veikindarétt, 40 stundar vinnudag, að maður fái ekstra borga ef maður er í næturvinnu. Ég myndi ekki kalla öfgavinstri. Þetta er róttaka vinstri. Þetta er allt saman afleiðingar baráttu vinstri fólks.
og ég var aldrei á því að Svo varst þú að taka fyrir sko hungursneiðir frá Sovjettímanum? Nei, þú miskilur. Þín staðhæfing. Voru ekki frelsissviptingar á fólki í COVID líka í hægrulöndum? Ertu að segja að það hafi bara gerst í Kína? Hann að heyra eitthvað annað en ég að segja. Nei, þú varst að tala um að fólk væri loksuð inn í íbúðum sínum. Já, það gerist í Kína. Það bara eitthvað sem að þú bara, það eru drónar fyrir utan til að tjekka hvort þau verið heima. En voru ekki... En ég er að segja, jú, það gerist í Ástralíu líka sem hægri sinna kapitalista ríki. Þannig að þetta ekki eitthvað sér vinstra vandamál. Nei, ég sagði það aldrei, en þú sagði að það var... Jú, þú nefndir þetta sem sér vandamál í vinstra ríki. Nei, ég nefndi þetta sem svar við því að þú sagðir að það væri engin fórnarlömb öfga vinstri. Nei, það er ekki það sem ég sagði. Ég sagði, geturðu nefnt mér fórnarlömb öfgavinstris í dag og þá nefnir þú þetta fólk sem er loksuð. Þú sagðir aldrei í dag, hann spurði á því, þú sagðir að fórnarlömb öfgavinstris. Og ég nefndi... Upp úr umræðu þar sem við vorum að tala að munurinn á vinstri og hægri væri ekki orðin neitt í dag. Það er fráleit pæling að ætlast til þess að það er ekki 10 milljónar manna dáið af hungursneyði í Holodomor. Fólk deyr á hungursneyðum líka í löndum þar sem hægri menn eru. Enda ég sammála, ég sagði aldrei að það var ekki satt. Nei, ok, þannig að ég kannski reyna að leita ástæðinu fyrir því þú nefnir þetta sérstaklega. Til þess að halda mínu strítkredi, það verð ég fast að fá að segja. Ég sagði þetta alltof hart, ég var ekki að meina það, ég var bara að segja, ég var að meina að það væri orðið meira möldult oft. Líka sko, andhverfan hefði verið, ef ég hefði sagt, auka hægruöfl hafa aldrei drifið. Mér finnst bara svo áhugavert þegar að... Þá hefði þú væntanlega sagt, hvað ert að tala um? Ef ég hefði sagt, auka hægruöfl hafa aldrei drifið neitt, hvað myndir þú segja? Þá myndir þú segja, ertu vitlaus? Nei, þú veist, þetta sprettur upp út úr umræðinu þar sem við erum að tala um að munurinn á... Ég svaraði bara svo fráleitir staðhæfingu. Það er eins að skjóta eins smá tilkynningu, þetta er sá hluti þáttarins, þar sem að Bragi Páll reynir að æsa samúin upp sem að Rabbi Smúli tók En það er ofta eitthvað gert í nafni, einhver gerir eitthvað og segist vera að gera það út frá einhverjum hugmyndum sem að passi ekki. Þú getur sagt, skilur, ég fylgi þessari stefnu og gera þetta í nafni stefnunar, en ef þetta er hræðilega hlutur sem á ekkert skylt við stefnuna, þá ertu ekki að gera það í nafni þeirra stefnu. Skilur, en það er hægt að gera þetta alltaf í báðar áttir, maður getur ekki afsalað sér stefnunu eftir á, skilur. Þú veist, þetta á við allt og að sjálfsögðu eru einhverjir sem að fara þá ekki eftir því sem þeir segja. Og enda myndi ég aldrei ganga svo langt fram að segja það að eins og andhverfuna ef ég hefði til dæmis sagt auka hægruöfl hafa aldrei drifið neitt. Þá væru allir bara hvað... Lífskjör almennings hafa verið mikið skert í nafni frelsis. Jú. Og það hefur verið sagt við fólk að það er að fagna því því að þetta muni, að þótt að þú missir vinnuna og verður ekki niður verksmiðra hingað og svona, að þá myndu hafa bara gott af því. Þú myndu hafa gott af því. Þetta er búið að vera að segja við fólk á okkar heimsluta síðastli 40 ár. Já, bara sama... Allt í nafni frelsis og ég veit ekki hvað og hvað. Sama með kartöflubændur í Sovétríkjunum, það sem hafa sagt, nei, þér er betur borgið ef að ríkið fær kartöfluna þína en þó að þín fjölskylda svelti. Þetta gengur þetta ofstækisríki í báðar áttir. Maður þarf ekki að auka af neinu tagi. Þetta var nú svolítið mistökk hjá Stalin. Það gekk svo vel hjá honum ríkisvædda innvæðingin. Hann ætlaði að nota sömu aðferð við að sitja yfir á landbúnað og það bara klikkaði. Já. Þannig að þetta var í sjálfum sér ekki sósíalismi, þetta var bara... Nei, það er alvöru sósíalismi og aldrei verið reyndur alltaf... En þetta var ekki sósíalismi, því að þú ert núna að blást út af borðinu. Það að hatur Stalins á Úkrænumönnum hafi orðið þess valdandi að hann skipulaði hungursneyð var ekki, þú veist, það er ekki tekið upp úr kommúnistaávarpinu. Það er ekki, þú veist, rétt eins og þú ert að segja að fórnarlömb hægrimanna sé ekki út af stefnu hægrimanna, þá er þetta ekki einhver vinstri stefna að segja ég ætla að drepa hérna heila þjóð með því að láta hann svelta til döða. Nei, þetta eru afleiðingar þeirra stefnu. Nei, alls ekki. Þetta er ekki afleiðingar þeirra stefnu. Þetta er afleiðingar að Stalin var brjálaður maður sem vildi bara drepa Úkraínumenn. Ok, en Pol Pot? Hann var annar mjög sturlaður maður. Þú ert að nefna hérna tvo einræðisherra. Hvað með Pinochet? Ég myndi segja að ég væri ekki sammála hans. Nei, ég er ekki að verja fjöldamorðingja. Ég er að benda á að fjöldamorðingja eru ekki... Þetta er no true Scotsman fallacy. Nei, það sem þú ert að segja er að gjörðir þessara einstaklinga hafi verið afleiðing af vinstrimennsku þeirra. Ég er að segja að þetta var afleiðing af því að þeir voru geðveikir einræðisherrar. Rétt eins og hægri geðveikir einræðisherrar er ekki að drepa fólk í nafni hægri mennsku. Það er bara því þeir eru brjálæðingar. Getum við sammálað það? Við viljum ekki brjálæðinga í stjórn.
En við sættum okkur við svona búin í dag og svona við sættum okkur alveg við Sádi-Arabíu og alls konar sko skýta samfélag sko í dag. Og Norður-Kóreu. Já, og kippum okkur ekkert upp við það. Herðu, má ég koma með svona menningarstríðsfrétt. Sáu þið hérna mynd af hérna pappa með son sinn í veiðum í Vestmannaeyjum? Ég hlusta á viðtalið, það var hann var mættur í bylgjuna, bítinu og ég heyrði það. Sendur til barnaverndar, þetta mál. Þetta er mynd af manni með svona, hvað ætla að segja, svona 8-9 ára strákurinn. Og strákurinn er með byssu eins og pappinn. Og þetta var kært til barnaverndar. Hvað finnst þú þetta sanna? Sko, allan að hluti viðtalsins sem ég heyrði, þá var hann að segja bara þetta er hefð í minni fjölskyldu, mér minnir hann að sagt hann hafi gert þetta með pappa sínum, hann var að gera þetta með syni sínum og sko grænkerinn í mér var allan að ánægja að heyra, hann var að kenna barninu bara emmitt, þú veist, maturinn kemur ekkert bara eitthvað tilbúin úr pakkanum, þannig að bara eitthvað, já, það er mjög mikilvægt að kenna börnum að þetta voru eins og dýr sem þú veist bara. Matur er morð, þessi matur er morð. Þannig að, já, en nei, ég man ekki alveg hvað hann sagði, en auðvitað, þú veist, ef maður sér bara einhverja mynd, þá auðvitað getur maður að dreigja ályktanir út frá því, en ef maður síðan hlustar á manneskinu og heyrir viðtalið, að þá auðvitað fær maður nánari skilning á því hvað þeir eru að gera þarna. Þetta er bara eitthvað, einhver hefð hjá þeim og virðist allt bara vera í góðu lagi, en þú veist, auðvitað skilur maður og fólk kannski sjáu mynd af byssu og barni og hugsa smá svona, ups, hvað er gangi? En myndi maður ekki þurfa einhvern veginn kannski eitthvað meira en mynd til þess að fara? Já, einhverju sendir þetta þangað. Þú ert svona veiðimaður, ekki? Já. Ég er með skotopnulefi og ég var farin að háa lunda 7-8 ára í Breiðafirði. Það þarf að gera það við börnum þín? Ég er alveg hættur því, sko. Ég er búin að vera grænmetisæta í 15 ár. En ég tek undir þetta sem Sanna segir að, þú veist, fólk er alltaf að veiða sér til matar og ef þú kennir börnum að umgangast vopn af virðingu og nærgætni, þú veist, þá er það bara mjög sniðugt. Mér finnst þetta kannski fólk svolítið vera að hlaupa á sig að senda barnavernd á þennan kall sem bara eyða tíma með sínum. Ég misti alveg á þessu, þannig að ég er ekki með einu sko. En kannski eitt líka, svo ég bæti við, að því að sko við erum líka að koma samfélagið, það eru alls konar mál búin að vera að koma upp hvernig samfélagið hefur verið að koma fram með börn og hvernig fólk einhvern veginn var ekki að fylgjast með, þú veist, vöggustofur, hvað segir maður, vistun út á landi, fóstur, já, þannig að kannski er líka fólk bara eitthvað herði, ef ég sé eitthvað sem ég er ekki viss með þá er allan betra að segja frá, þú veist, þannig að kannski getur maður svona almennt sé eitthvað jákvætt í því að við séum þó að skipta okkur að einhverjum aðstæðum varðandi börn þar sem að við erum með einhvern pínu efa að mögulega sé ekki allt í lagi, þannig kannski getur maður líka litið á það þannig og hugsa bara eitthvað. Maður er alveg sko skildugur samkvæmt lögum að tilkynna ef að mann grunar. En akkur eftir að gruna það að maðurinn væri að fara illa með son sinni því þeir eru saman á veiðum? Nei, ég er bara að segja. Þú veist, þegar mér er þetta nákvæmlega eins bara að vera með veiðstöng eða lundaháf. Það ætti eiginlega að ef þú mynda pappa og syni sínum, þar sem báðir eru í símanum, þá ættir að hafa samband við Heyrði ég rétt að þú stundar ekki veiða lengur? Ég er að háfa og sleppa. Já. En þú ert grænmetisæta eða vegan? Fiskæta, skulum við segja. Því ég verð að segja að þarna er ég gjörsamlega sammála þér. Af því að ég hef verið vegan í 10 ár og þegar kemur að einhverju svona það sem að eru gjörsamlega ríkisafskipti eða tilvonandi ríkisafskipti af uppeldi þá verð ég að segja pappinn gerir bara með krakkana það sem hann vil. Við veitum náttúrulega ekki hvernig opinberlega bregst við. Ég hugsaði ekki bregða fyrir. Nei, ég segja það var bara einhver sem að kærði. Já, einhver sem kærir og þá er það huga þeirra mannesku tilvonandi ríkisafskipti. Ég styð sem minnst svoleiðis að ríki fá að ala upp börnin. Þannig að það er umhverfisvænna að þessi einstaklingar fari og skjóti sér til matar þarna og eldi þá borðið heldur en að fara og kaupa einhvern versmiði frá þetta mat. Kjúklingabringur út í Hagkaup. Ég snúa skjössalega með, ég er alveg samanlega. Ég er sko brjálæðingur, mátt ekki kjósa mig sem meira þess að veist ekki hvað þú hefur mig. Og þarna er líka erfitt að kortleggja mig sko, af því að þarna, sérstaklega bara eins og með veganisma umræðuna, ég hef í rauninni ekkert á móti því að menn fara að veiða, af því að innflutt náttúrulega, landbúnaðar og allt þetta er náttúrulega eins og það er að tala þetta eru helstu rökin fyrir því að fara í þessa leið, skilur, af því að við spurum vatni og við spurum umhverfið og allt svoleiðis
á sama tíma veganism og allt þetta, skilur, þetta óneitanlega eitthvað sem krefst nútíma iðnvæts heims, skilur, og þetta eitthvað sem ég þarf að sætta mig við líka. Umhverfisvænasta auðvitað aðferðin væri maður byggja út í kofa út í skofa og veitir sér til matar. Þess vegna í rauninni ég ekki að setja neitt upprópunarmerki með það, hvað þá auðvitað bara pappi með sinni sínum, skilur, þú veist, þá bara... Má ég skjóta einu máli hérna í lokin? Reykholtsmálið, hafið fylgst með því? Það voru sett ykkur 6 mann sem að frelsissviftu palestíska mann og neyddu hann til þess að millifæra eitthvað og fleira. Og hann var ekki 3 daga eða eitthvað. Ég sé svolítið verið að... Var hann ekki lengur, var hann ekki 6 daga? Já, ég sé svona fór. Þetta eitthvað starf á nálægt þínu sveit. Já, ég hef ekki fylgst nógu mikið með þessu samt og ég þekki ekki til fólksins sko, en jú, þetta bara í næstu sveit. En ég hef síðan svona skrifað það, ef þetta hefði verið sko 6 palestínumenn og 1 innfæddur, en ekki öfugt, að þá væri hérna bara samfélagi færið á hliðina. Þið saman á því? Já. Heldur betur. Af hverju það? Rasismi. Því Íslendingar eru mjög miklu rasistar. Ég held að viðbrögðin úr því að séu alfæri mjög neikvæð og þú veist... En ekki þannig að sé allt vitlausbind. Manstu hvað þetta fólk heitir til dæmis? Nei, Ingunn, eða ekki? Svo sem búin að játa, já. En ég man ekki það ég myndi leggja arabísk nöfn á minnið betur sko, en ef það væri öfugt. Þú veist hvað Albaninn heitir sem að framdi morði hérna og var verið að sleppa daginn? Nei. Starkæ, eða ekki? Ég mjög lélegur með nöfn. Ég ágætt með tölur. Ég lenti einu sinni, ég var á Þjóðó að læra og kemur maður og hann bara, hæ, ert þú ekki? Og segir nafn á einni mannesku sem ekki nafni mitt. Og hún líka brún. Ég bara, nei, en ég veit hver hún og við erum sko mjög ólíkar. Bara mjög ólíkar. Og hann bara, fyrirgefðu. Ég bara, nei, en ég veit hver hún Þannig að, já. Ég vinn í dyravörslu og vinn með 2 bræðurum sem heita Húsein og Hassan. Það mjög oft ruglað þeim saman og ég þarf alltaf að vera vitni að blessaður Hassan, nei, ég Húsein. En svo var að gegja sko að einn þeirra kallaði mig daginn, hefur Gummi, og það litli bróðir minn. Ég sagði, nei, þú ert ekki Húsein og ég ekki Gummi, sko. Mér sko að því við erum með Samúelina, verðt að minnast á 2 áhugaverðar fréttir sem ég sá í vikunni. Annars Ben Gvir. Lastu þau Samúel? Þessi klassík. Annars Ben Gvir sem að næst á upptöku þar sem hann að segja að hann vilji að það séu 40-50 einstaklingar drepnir á hverjum degi og hins vegar þetta sé ekki fólk. Já, þetta sé ekki fólk sem náttúrulega hann hefur áður sagt og hins vegar það að Ísraels loksins að viðurkenna að þau hafi myrt Hind sem bara frekar stórt af því að þeir geta náttúrulega ekki neitt þessu endalaust en það ætla að rannsaka þetta sjálfur núna þannig að þetta vonandi kemst eitthvað botn í þetta hjá Ísraels hvað verið að gerast en þetta svona þegar ég tala við palestínskum vinum mína ég alltaf að því að það mikil deburð oft í þeim herbúðum þá ég alltaf að benda þeim á að það eru sprungur í glerkrökunni sem eru farnar að sjást og mér finnst þessi hlutir að þetta sé að komast upp á yfirborðið það hvernig til dæmis Ben Gvir talar og að Ísraelir þurfi að verja gjörðir sínar alltaf. Ég sá fréttina á RÚV sem var þetta og þá bara fréttamaður sem les fréttinnar að tala við fréttamannin eitthvað svona svo þetta sýnt og bara látið slæta. Maður hefur reiknað með því að það kæmi einhver svona setning það svo hvað í veröldin þetta? Líka svo áhugavert. Það var eins og það væri bara lógist sem að maður var að segja. Já, það væri bara eðlilegt. Og líka sko fyrirsagnar allar með Hind Rashab að Ísraelsherr hafi skotið á bílinn. Þeir viðurkenna að hafa skotið, þeir viðurkenna ekki að hafa myrt þessa fjölskyldu og sprengt sjúkrabílinn sem að koma og sækja þau. En við viðurkenna að hafa skotið á bílinn eins og þetta hafi bara verið eitthvað svona slysaskot bara óvart hafi einhver tekið í gikkinn sko. Og þetta kjaftaði taka íslenska fréttastofu upp og nota í fyrirsagnir þennan áróður frá ísraelska hernum. Og þetta magnað þegar maður fær að sjá bara myndbönd úr skólum í orthodox bara ísraelskum skólum þar sem kent bara
þið eruð útvalda fólkið, þið munu slátra óvinum ykkar og þú veist, og nágrunum, þið, þú veist, þeir sem eru ekki útvaldir, þeir eru þegnar ykkar. Þetta er magnað að sjá að Ísrael skal og vill fá að vera eina þeokratíska etnósteit í heiminum, stjórna af trú og kynþætti. Þetta er eina ríki sem að vestræn þjóðir styðja þangað til kannski núna, þetta er að snúast við, að þeir fá að vera svona. Það skiptir þá alfarið máli hvaða trúarbrögð þú aðhyllist og hverja kynþáttar þú ert. Og þetta verður mjög skrítið ef að við fengjum að ráða svona ríkjum hér, að það myndi nú einhver spurningum ekki kveikna þá, sko. En þangað til núna, náttúrulega þetta umræðin að breytast, að fólk eins og þú segir að þú veist, þetta er birt í fréttum og svo því miður þá eru margir bara áram gakk. En eins og þegar ég hitti þennan rabbína sem að ég vissi alveg hver var út í þaulanu, bara ofstækis trúaði gyðingur og hardcore síonisti. Já. Ég vil vekja athygli á að meðalgómurinn, bara eins og ég, getur gert eitthvað og getur horft í augun á því illa og sagt eitthvað og gert eitthvað, og þetta er það sem við öll berum skyldu til að gera. Ég er bara venjulegur maður, ég sá hann þarna, ég vissi hver hann var, ég veit hvað er rétt og rangt, ég veit að það er rangt að vera með fjölskylduna og syni sem eru í ísraelska hernum og fremja þjóðarmorðinu, og þegar þá ég bara varð að segja eitthvað, skil, og þetta mín hvatning er að allir hugsi svona og fari eftir bara samviskunni. Við ræddum þetta einmitt í síðasta þætti á Vikulogunum þitt mál, og þá var það spurningin, sko, er þetta eitthvað sem við megum gera? Því að eins og Piers Morgan var svolítið að pæla í því, og þetta væri viðeigandi, eða er þetta sem við eigum að gera? Það ber okkur skylda til þess að ef við hittum mann sem að styður þjóðarmorðið, að andmæla honum á þeim. Hvernig er hugtakið? See something, say something. Já, líka bara ílskan ríkir á meðan gott fólk gerir ekki neitt. Já. Þannig að ég ætla bara að gera aftur svona við þig. Vel gert. Látum þetta vera botnin hjá okkur. Takk fyrir að koma og spjalla fréttir vikunar og spjalla eins ESB, oflítið gert að því. Sanna, Hallveig, Samúel og Bragi Páll, kæra þakkir. Takk. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakka MS sem hafa verið að hlusta og horfa fyrir að breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Minni á að þið geti byggt upp dreifikerfið okkar bara með því að segja vinum og vandamennu frá efni sem þið sjáuð hér og ykkur líkar. Sagt að við séum á Facebook, á YouTube og síðum samstöðurinnar. Við erum í öllum hlaðvarpsveitum, bæði undir nafni samstöðurinnar og einstaka þátta. Við erum í útvarpinu 89,1 á stór höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þar útvarpsendingar á spilarann sem næst hvar sem er í heiminu, þar sem er netsamband á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið, númer 5 hjá þeim sem að sækja sjónvarpið sitt til Símans. Við erum líka í kabalkerfunu hérna suður með sjó og kannski ég veit það ekki, munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni. En það sem að knýr samstöðuna áfram eru sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem að hafa gerst áskrifundur. Það er fólk sem að veit að samstöðun var ekki til nema með samstilltu átaki stórs hóps af fólki. Ef þú ert slost í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar er hnappur sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinu sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt, og því sem að kjósi getur látið áskriftina að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið, það hefur einmitt Alþýðufélagið sem á og er eitthvað samstöðuna. Við segjum þetta gott í bili, hérna verður endurflutt efni og eftir, nei, það verður endar eitthvað nýtt efni sem verður fluttið eftir. Svo á morgun verður helgispjallið og á sunnundaginn verður þjóðmálaþátturinn Sýnir Egils, en kveð í bili og segi bara góða helgi.